mættir hérna Já. í 260. þátt sem þetta er það bil. Rétt. 260. Vá, Já. aldrei svo vant, er ég með rétt? Með þetta rétt? Svakalegt úthald, strákar. Já, það er svona þetta er gaman. Segir þið nú reyndar sko. Já, við gerðum nú á sínum tíma 1000 þætti. 2004 var 1000asti þátturinn okkar. 2004. Já. Já. Síðan eru liðin mörg ár Já. og þannig að já, þetta skiptir 1000. En það er náttúrulega annað þegar maður 5 daga vikunar, sko, með þá. Já. Þá náttúrulega auðvelt, þá þetta fljótt að fara upp í 1000. Já, það er reyndar Ef rétt. þetta árum saman, sko. Já. En svo fórum við að slaka á upp úr því, Nákvæmlega. svona 2005 og Sofna á verðinum, sko. og og bara, já, 2005 held ég við höfum ekki gert daglega þætti síðan Nei, 2005. Héldum Bara að þetta verið í væri allt saman vikulegu, in the sko. bag, sko, eins og var það ekki, sko. Hvað segir þið? Við heldum að þetta væri bara komið, skilur og sofnaðum á verðinum, vorum latir Já, og hérna, en og í dag erum við hanspinn. Og við ætlum að rifja upp hvaða mennið eru hérna sem eru með okkur. Já, Það er nú ekki alveg svoleiðis, heldur betur ekki. Þetta er þá kóngarnir í senni. Þetta eru geiturnar. Takk fyrir það. Já. Takk, bara, Annars væri þeir ekki hér. Nei. Við fáum bara eðal fólk til okkar. Jón hefur nú komið ofta á þér. Sigurjón er komið fyrsta sinn. ég hef Velkomin. aldrei komið til. Nei, sérstaklega Nei, já. velkomin Sigurjón. Já, já. Gaman að sjá Jón. Hann er alltaf að gera eitthvað nýtt og brallega nýtt þegar hann kemur til okkar. Já, Já, hann er alltaf eitthvað nýtt. Alltaf eitthvað. Sko, maður alltaf verður nýr að- Jón í hverju viku, sko. Já. Já. Nei, ég meina bara lífið er leikvöllur, þetta er bara hérna skemmtigarður og hérna skilur og bara það er ekkert allt gaman í skemmtigarðinum en þetta er samt skemmtigarður og ég sem sagt mann hvernig það var sem sagt áður en ég var til og það var ógæðislega leiðinlegt en það var ekkert í gangi og svo var ég til og það var gaman og svo einn daginn verði ekki lengur til og þannig að og þá verður aftur leiðilegt og mér langar svo mikið til þess að reyna bara að gera sem mest sko, Já. prófa öll tækin og og bara, já því að, þú veist hvað annað er í boði það er ekkert Mjög góð filosófía, sko. Ég er bara mjög samanlega. já, nei, ég meina bara að því að sko fólk er stundum svo hissa sko, eitthvað Já, þú varst nú rosa hissaður, ég flutt að Selfoss. já, ég var það reyndar þú Þú varst hvað? Og hérna, Já. en þá gat ég sagt þetta, sagði reyndar ekki. En ég hefði getað sagt þetta, já, þetta er nú eitt leiktækið í skemmtigarðinum líf. Já, en ég er alveg sammála svo, þetta er alveg rétt sem Jón er að segja og ég held að hann lifi alveg eftir því, sko. já, Hann gerir það. Og ég hafi verið mér til fyrirmynda. Ég sjálfur hafði tilhneigingu til að vera svona, þú veist, ég nenni ekki, já, þú veist, ég bara fer á veitingastæði á Hverfisgötu. Eitthvað svona skilur við. já, Ég var bara, eitthvað í þessu bara, prinsip keyri maður. bara á einhverjum svona ömurlegum bílum. nei Eða eitthvað. þú hefur alltaf verið prinsip maður Ég hef verið Já. prinsipmaður Já, og það er ekkert, sko, síðan hef ég bara lært Já, það já. eftir, og þroskast Mhm. og ég held að svona það leiti sem ég stóð á 50 að þá hugsaði ég til hvers að vera prinsipmaður. Já. Þannig að Já. ég fór að brjóta öll prinsip svona mjög systematist. Já, prinsip eru til þess gerð að brjóta þau. Nákvæmlega. Það er bara... En það er samt hluti af mér að búa til reglur, búa til ramma Já, til þess einmitt að eyðileggja þá og brjóta þá. Ég er eftir algjör prinsipkall, sko. Mér er voðalega gott að vera bara, þú veist, ég er bara búin að finna mitt bílamerki, ég er bara einmitt með mína veitingastæði. já, já, Út úr rúðustrykka. Já, að því annars á ég til að vera svo mikill óreiðukall, sko, en Já. En það er gaman að vera alveg rúðustrykka, mun eftir rúðustrykka sjálfum sér til þess að einmitt geta hugsa krótað þessi lína. Já. já, Þetta ertu komin aftur, gamli. Vinna með þetta svo leiðis. Sko. Já, nei, ég menna, sko, einmitt. En hvaða bílategundur við þá tala um? Kia, alltaf Kia. Kia. Ég ertu í kíu, já. Kíukall. Já, já. Ég var kíukall, sko. Já, áður en þú fórst að... Áður ég fór að brjóta þetta. Já. En svo er ég alltaf að koma honum á óvart, sko, með nýjustu bílunum. Það er Já. rosaleg bílaumferð í gangi. Þetta er hérna... Það er nú ekki bara mér að kenna. Kona mín er mjög
dugleg. mikið Ok. bíla áhuga maður. Já. Hérna, þannig að Ég er bara þakklátur ef ég keyri á sama bíl sko út vikuna. Já, næstu því þannig. já, það hérna Nei, við erum svona alltaf að vinna í því að hafa bílaflottan svona skynsamlegan sko, og skemmtilegan. já, En hérna, bæði skynsamlegan og skemmtilegan. Já. Það er eiginlega það sem við erum að vinna Kia er frá Slóveníu, er það ekki? Er ekki Kóru? Ha? Suður-Kóru. Er það frá Suður Kóru? Þetta er Sam og Hyundai basically, sko. Nema þetta heitir aðeins flottara nafni. Hérna Hyundai er aðeins svona... Já. Ég átti Hyundai í 9 ár, sko. Já, þannig að þú þekkir þetta. Terracan. Já, þú ert Terracan, já, ég átti nú hérna Hyundai Accent, hérna fjólubláan. Já, hérna besti bíl. Frábært. Nei, hann var æðislegur. Hérna, það? já, menna ef hann bilaði, maður kom hann á verstaði og hann var á verstaði heilan dag, kostaði kannski svona 3.000. Að hann gera En ég er náttúrulega þess að fjall alveg fyrir skóta Octavia, sko. Já. Ég bara átti 2. Já, Það er svona fyrir þess að rúðustrikuðu menn, sko. Já, ég veit takk það. þetta. Og bara takk, skóta ok, Octavia. þá er ég búin að- bílar. sko, heyrðu, eitt sem ég þarf að klára, hérna, Nonni sonum minn bað mig að spurja ykkur hvort þið væri búin að empassanta eitthvað í dag. Já, einhver Hann, framlöp í hann, dag. já, hann er að taka, já. Hvað er það? Það er þegar að Þú skilur sem þetta ekki. sagt, þú ert með peð svona framalega í skák og einhver leikur peðinu sínu 2 reyti fram, þá mátt þú skera það á ská, fara inn á braut þess og drepa það þannig. Nei, Ég veit ekki hvað þetta er kallað á. Það þarf eiginlega bara að taka þetta upp Já. og búið til klippur. Var Það er þetta ekki svo auðvelt að skák útskýra þáttur þetta, einhvern tímann, sagði? Já, þess vegna nafnið, sko. Já. Chess. Þeir eru báðir alveg ógeðslega klárir í skák. Klári skák. Já. Ég nefnilega, vinur Ok. minn, þegar ég var Já. ungur drengur á Ísafirði, sko, þá átti ég vin sem hafði gert jafntefli við Smyslov. Ok. Kannistu við Já, Smyslov? fyrir heimsustari. Vasili. Já. Hann sem sagt, hann var jafngamall mér, 7 ára, eða 8 ára. Já, Og hérna- ok. Og Smyslov kom til Ísafirðar og hélt svona mót, Fjöldefli, já. fjöldefli, Já. og hann náði að gera jafntefli við hann. Ok. Það er þetta. Það er Heldur heldur, gott. já, Það var það er helvítis alveg afrek, nappakar, sko. Það er múlið hérna. Já. Helvítis afrek. Hérna, En ég náði aldrei neitt skák, neitt. Nei, Ég var stundum að tefla við hann. Það var til nei, lítil. skákin er líka svartól, sko. Það er bara fínt að vera laus við hennar, sko. Já, en hún er líka... Hún er falleg líka. Það er rosa Já. gaman að lesa bókinum hérna Bobby Fischer. Já, hún er geðveik. Hérna þessi sko, sem að jú, Garðar- ok, þeir eru Garðar með skrifaði. versmiður í Slóakíu. Kia, já, sem sagt, það var hérna, sem sagt, sko, já. Já, sko, ok, það eru nokkri punktar sem við langar að grípa hérna. Nonni, nei, ég er ekki búin að taka fram að löp í dag, Birkir. Nei, maður nær því kannski í 20 hverju skák, Já, en maður nær því, sko. Já. Það er ekkert oft. Jú, En ég tefla eina byrjun sem að, já, Er þetta Þið eru bara... að taka svona, við erum að tala um 20 hraðskákir á dag, eitthvað svo leis. Birkir er alveg fársjúkur, sko. Já, ekki? jú, Já. ég er í svona, já, kannski 10-20 á þetta. Já, Er það? Já, Já. ég er svona 10 viku, kannski. já. Og býtu, er Ok. þetta bara svona Eftir hluti því. af lífstílum? Bara svona dagsformið? Það er Já, bara þetta er svona hálftími, klukkutími, alltaf eftir vinnu. frábært. Já, og þetta er líka Bara við alveg, sjálfaði og tölvuna eða? nei, bara við einhverja gaur út í heimi, sko. Gaur á tími. Já. Já, Er það gaman. þetta blitz dæmi á Já. chess? Já. Já, Ok, ég ég hef meina aldrei sumir þórað í það. fara í eitthvað, hérna, þú veist, Mortal Kombat eða hvað þetta heitir. Já, þetta er skárra. Tölvuleiki. Nei, menn ef þú ert að tefla við eitthvað, skilur þarna, þá var hann bara alltaf bara að googla, eða skilur. Nei, þetta er svo stuttu tími. Já, ég veit það í blitzinu, en þú veist, ég hef verið að tefla við eitthvað og svona. Mhm. Og þú veist, ég nenni þess ekki. Ég týni þegar aðeinum í þessu, sko. Nei. En þú ert rosalega í puzzles. Já, ég er rosalega í puzzles. Ég er á Elite Tire. En er ekki skákin á endastöðu ykkur í? Jú, hún er nefnilega alveg að detta á seinustu stöðina, sko. Því að... Í alvörunni, sko. Ég er bara að skemma þetta svolítið. Já, Já, ég meina, hann vildi halda því fram að Bobby Fischer, sko. Já. Og það var bara rétt hjá já. Hann var nú líka... Hann var með þetta Fischer random, þannig að Já. var það eitthvað sem að... Já, Make that sense. Já, það er margt spunni í það, sko. En það mun samt aldrei taka við hefðbundir Nei. skák, sko. En Nei. vandamálið mitt við gerfugrindina er einhvern veginn að... Gervigrindin. Og Karlsson er búin að tala líka mikið um þetta. Skák er orðin svo fyrirsjáanleg Já, að á þessu topp levelið þá eru kannski
tveir stórmeistarar búin að tefla 30-40 leiki þeir ekki mun að hugsa eina sekundu því að þeir eru bara með þarna undirbúningin, þetta er allt orðið svo fyrirsjáanlegt og svo enda skákin í jafntefli engin gerir mistök, þetta er ekki alveg næra skil. Það lítið eftir í kertinu. Nei, þetta er sko einmitt, þetta er alveg svakalegt sko og síðan sko gerðigreindin sko hún er að taka þetta ennþá lengra og það þarf að gera eitthvað, þú veist, þetta þarf að vera eitthvað þetta er svolítið búið bara Sko, að falla við þetta sem að einnig verður að falli er hvað þetta er formfast, hvað þetta er búið að vera til lengi allt annars, leið þú fyrir að breyta því þá er þetta ekki lengur skák, eins og til dæmis Fischer Random sem er frábært konsept en það er ekki skák og skákin sjálf, hinn hefðbunda langa 5 tíma skák hún er svolítið að missa marks núna sko. Vegna undirbúning svo annars og það er lifa góðu lífi meðan hans ég og Jóni En lásuðu bókina sem Garðar skrifaði ég las hana. Hún er helvítið góð Ég held ég að lesa allt sem ég komið með Bobby Fischer það er mjög áhugavert og góð bók Hann er náttúrulega grafinn í mínum heimabæ heldur betur Ég sko sá hann einu sinni sá hann aldrei ég var nýr á Austurstræti og þá var Sævar Ciesielski heitinn hann var einhvern veginn bara mjög ölvaður og lá einhvern veginn á göttunni og gat ekki staðið upp og Bobby Fischer var að reyna að draga hann á lappir og Sævar Sævar, get up, Sævar, get up og ég horfði á þetta og hugsaði, wow, þetta er eitthvað sem og ég sé svo þetta ekki Þetta er eins og einhver off-skynjun þú veist, ef maður hugsar þetta tekið fucking mynd þú veist, bara, ef maður fer í æsku okkar two legends, one photo þetta, hefði ég einhver tímann tekið slíka mynd þá væri þetta er ótrúlegt, inn í 70s í æsku okkar, þá snerist allt, þá var bara bossið að vísis var hann hvort Bobby Fischer þú veist, að skandalisera eitthvað eða Geirfinnsmálið og þú veist, Sævar Ciesielski og eitthvað svona Wow. Og þeir þarna saman Já En sko en ég menna að það verður aldrei það verður aldrei annar Bobby Fischer ég menna það er bara Nei. Er það nokkuð? Nei. Og það verður líklega Carlsen er flottu sendarskákanum í dag, hann er að verða afhæða skákinni hann hætti bara 30 Já, sjáum hvað tekum við eftir hann það verður líklega eitthvað frekar óspennandi við fengum kínverkan heimsmeistar á tímabili sem var hálf litlaus Það er gaman þegar það er einhver karakter skákin þarf það svolítið þetta er ekki eins og fótbolti annars er þetta bara hobby fyrir nörda sko. Akkúrat það er bara akkúrat það við viljum að færa okkur í fyrsta umræðefni kvöldsins það er fréttir vikunar Já, þessara viku Já, við erum nefnilega í dagskrárgerð sko. Já, ok Þið er í dagskrárgerð Þetta var eitthvað patronizing Þetta er ekki bara átt að vera það Þetta er ekki eitthvað bara með gamli menn að hitta og bulla Nú segi ég Ég ger þetta Ég er frá mér nýja bíl Nei, ok, allt í lagi, dagskrárgerð Ok Sko, við vorum auðvitað að fá debut á nýjum þáttum helgina heldur betur Banna að hlæja Já og fleira, Sigrún leikstjóri Brjáns og Jóngnar alhutverki í nýrri seríu á RÚV það er allt að gerast, mörg öll í eldinum og... Hespin hvað, segir nú bara Já Þetta er mitt Takk fyrir þetta Við Jú, erum sannlega happening akkurat núna gátum ekki fengið á betri tímabóti Nei Sko, já ef við byrjum á því að fara aðeins í nýju þáttaröðina Felix og Klara Jóngnar, Edda Björgvins í aðalhlutverkum er það rétt skilja okkur að gerfið þitt breytið svo mikið að jafnvel fólk sem þú þekkti vel hafa þetta erut með að Já, ég sko, þetta var tekið upp í stúdíói upp í Grafvogi og þar voru sem sagt fleiri próduksjónir í gangi og stundum var fólk að labba þarna sem að ég þekki og ég var kannski að fara eitthvað fram og voru hljótökum og þá fór maður eitthvað fram og hitti fólk og ég blessaður Hvað Jóns hérna? Já, og ég hugsaði, wow, beitu, af hverju er hann svona
skritin, þá bara þekkti fólk mig ekki, það vissi ekkit að ég væri sko, svo fattaði ég að þegar ég fór á klósettið sá sjálf mig í spegli, já ok, þess vegna er fólk ekki að heilsa mér, þannig að ég prófaði þetta, máu minn við vorum að taka upp á Lindagötu og máu minn var að labba þarna fram, ég fyrir tilviljun, hann er málari og var að vinna þarna í ykkur húsi og hann heitir Emil og alltaf kallaður Emmi og ég kallaði hann Emil minn og og hann stoppaði sko og svona horfði á mig sæll Emil minn, segði ég og hann hafði ekki hugmyndum þegar ég var sko og og hann hugsaði alveg bara hvaða kall djöfull er þetta, hugsaði hann og svo kom hann til mín sko og þá fattaði hann það en þetta er ótrúlegt gerfi sko og en við erum búin að vera að vinna þessa þætti, þetta er örugglega orðin 8 ár síðan við byrjuðum að sko setja þetta niður og vinna þetta handrit, skiptast á sögum, þetta er svolítið mikið inspirerað af sko foreldrum mínum sem mitt sem sagt sko seldu húsið sem þau höfðu búið í alla mína ævi sko og fluttu í þjónustu íbúð og þau eru náttúrulega líka bara einhvern veginn svona mikið innblástur alltaf fyrir mig, bara mamma og pabbi sko og þú veist allar konur sem ég hef leikið er svolítið svona eitthvað svona karakatúra af mömmu sko þannig að og allir kallar sem ég leikið eða þú veist búið til eru svolítið inspirerað af pappa en svo fórum við líka bara að setja inn í þetta alls konar sögur af fullorðnu fólki og svona og þessi svona þessar klassísku uppákomur hjá fullorðnu fólki gegnum lífsleiðin einhvern veginn, þetta er áhugavert já, reyndar fyrst ég ætla bara að segja, er einhver mér fannst fníkur á Georgi þarna í gamla kallurum, er ég í bullinu núna? Kannski þetta er allt svo persónulegt fyrir mér sko, þegar ég geri Georg sko, og ég spurði mömmu, mamma sagði já, ég sá nú þessar nýju þætti sem var að gera og mömmu fannst aldrei neitt mikið neitt sem ég var að gera og og hún sagði til mig eins og sko að því að ég var náttúrulega sem unglingur sko, þá var ég næstu því bara þú veist, ég hef alveg geta bara einhvern veginn bara horfið sko, en ég bjargaðist fyrir hotn og svo fórum við Sigurjón að vekja athygli og svona. Ég bjargaði hún. Já, hann bjargaði mér sko. Já. Hann sagði bara eins og hann var sko svona Bobby Fischer í mínu lífi, skilur, ég var Sævar, hann var Bobby, já, heyrðu ég held ég hafi Garðar sko. Get up Sævar, heyrðu ég svo rödd bara, þetta var Sigur nei og það voru margir sem héldu að framtíðin var ekkert sérstaklega björt fyrir mig sko sérstaklega það var nú maður sem hélt í fram að þú hefðir engan húmor. Já. Það var þess vegna sem maður vildi gera á þessum áfengisráðgjafa. Já, það var Þórarinn Terjungsson. En sko, að því voru túmur. Það var reynda mjög gott, sko. Já. Það var svona ákveð, svona wake up call fyrir mig. En sko, síðan fórum við eitthvað vekja athygli og var eitthvað sem hafði orðað á þessu við mömmu og sagði, mikið gaman hvað, ræstornum Jónsa og svona og hann bara, þeir eru farnir að vekja athygli hann og Sigur og tvíhöfði og já, bara hann ofmetnist ekki, sagði hann. Hvað sagði hann? Bara hann ofmetnist ekki. Ofmetnist. Þetta var alltaf eitthvað svona. En hún sagði, já, ég sá nú þessa þætti, 9 þætti sem varst að gera. Já, ok. Og ekki svakalega er hann leiðinlegur þessi maður, sagði hann. Já, mann sér nú svo sem alveg hver fyrir myndina á hann. Og það var pabbi, sko. Sá pabbiðin næturvaktina? Já, nei, jú, en hann var orðinn svolítið veikur. Já. En hann hafði séð Fóstbræður? Já, hann pabbi var, sko, ég spurði hann erum að gera, held í fyrstu seríuna. Ertu ekki búin að sjá þetta? Já, ég var nú búin að sjá eitthvað eins og og já, hvernig finnst þér það?
Talaðu svona. Mér fannst nú margt svona allt í lagi, sko. Já. Þetta þetta ekki grín? Svona, jú, þetta eru grín þættir, sko. Já, og þetta á að vera fyndið, sagði hann. Já, þetta á að vera fyndið, sko. Já, minnst það alveg mistakast. Herru, en ég gleymi þessu aldrei. Svo gott að eiga, þú veist, fá svona hvatningu, sko. Já. Það svona, herru, en Pappi var aldrei svona við mig, sko. Nei. Hann hló og svo anskotas vilsið. Já, Anskotas. Nei, ég menna af hverju, ég veit ekki af hverju þetta fólk lét svona, ég bara veit það ekki. Nei. Þetta var einhvern veginn, sko, þetta stundum kölluð svona reppamennska, sem þetta rósa ekki. Já, þetta mjög algengt, ég veit að þetta er mjög algengt í Bretlandi, til dæmis. Þú veist að passa sig að rósa ekki. Já, Okay. kannski Bara þetta ekki ofrósa. keltneska blóð. Svíþjóð, mjög mikið Svíþjóð, alveg bara ABBA-flokkurinn, Já. þeim leið aldrei eins og stjörnum. Það er vegna þess að frændur þeirra og frængur og allt þannig. Ekki ofmetnast aðeins bara slaka á hérna. Það var hann að viðtal einmitt, ég sá hann að viðtal Svakalega góðu texti, Super Trooper. Já, ég sá hérna heimildamyndina sem að Errol Morris gerði sko ok, nú nú hugsa ég bara, já, Stephen Hawking Brief History of Time gerði heimildamynd hann og það er meðal hans viðtali mömmans og bara hún er spurð hvernig að þú veist að vera mamma Stephen Hawking og var þér alveg ljóst sem sagt hann væri svona klár þegar hann var ungur og svona nei, hún sagði nei og en fylgistu mikið með honum og svona skiluru þetta sem hann er að segja og svona halda fram og svona já, ég held hann skilji þetta nú ekki einu sinni sjálfur mér finnst þetta svona mömmulegt svona brest svona, já, hún var svona aðeins að gera lítið orðun sko, ég meina hann er eitthvað svona náttúru undur skiluru sem að bara á allan hátt sko, býta nú já láttu mig fyrir Við erum með þingmann í setti, sko. en sko þannig að jú, það er örugglega sko, en ég spurði krakkana sko, eftir þáttinn sko mína, fannst ykkur þetta myndið ykkur á afa og þessi, þetta myndu nokkuð það bara á þig Já. sem að var sárt Já, það var sárt að heyra það. Ekki Trúi því. tímið ok Mjög gott. ég er búin að fara út og svo Þannig vil ég hafa það, sko. Það var bara Þannig að- virkilega greið gott. Já. Það er eitthvað búið að sína 5 af 6 þáttum Brján Já, sem að ég verð að segja fyrir mitt liti Geðveikir. frábæri Já, þættir. og búin að vinna Bara álíka síðan- fyrst mér bara geðveikir, sko. Já, bara já, síðan takk fyrir það. vaktirna vil ég minna sko. Bara, Já, hvar er þetta sín? þetta er á sín. Já, Sýn allir að fá plús. sér áskipt þar. Já. Voða mikið látið með þessa þætti, finnst mér. Allir Ég ekki. voða glaðið með þetta. Þú ert náttúrulega með landsliðleikara þarna. Þú Já. ert með besta leikstjórnarlandinu, Sigurjón. Þú ert Já. með frábæra handriðsöfunda í Sóla Hólm og Karinni Björg. Já. Og ég ætla ekki að spoila of mikið fyrir þá sem er eftir að hlusta, en allir að taka þess að þætti. Þeir eru geðveikir, sko. Já, ég er mjög, takk fyrir það. Já. Þetta hefur líka verið svona fallegt ferli allt saman, frá byrjun. Þetta er enda 13 ára prósess Einmitt. á bak við þess að þetta. En þetta byrjaði alltaf á að Elli Jack, Já. hann gerði stuttmynd í kvikmyndaskólanum og svo náði hann einhvern veginn að pitcha þessu á Ríkissjónvarpið einhvern tímann og það var Þórhallur og hann sagði, já, heyrðu, góð hugmynd og frábært og svo hætti hann og þá fór hann yfir á eitthvað aðra stöð og eitthvað jari og hann fór að elda alls konar dagskrárstjóra sem voru alltaf að hætta því þetta er bara sjónvarpsbransin í nótskurn, dagskrárstjórar byrja og dagskrárstjórar hætta og og svo náðu aldrei á við vísan að róa með neitt sko. Nei. og svo náðu við í skottið á Þórhallið mitt þegar hann var á stöð 2 Alveg rétt, já. og þá var Elli byrjar að vinna með mér í S800 Já. og við pitchum þessu
sem sagt þessari seríu með honum og hann þá myndi hann eftir þessu og bara já, absolutt og svo hætti hann og hérna, þannig að þetta er búið að fara í gegnum 3 dagskrárstjóra þessi sería Sko Dóri Gylfa, Já. ég vissi hann væri góður leikari og náttúrulega Kitty Casio í nætuvættinni en sem aðalhlutverk, maður er ekki átt sem aðalhlutverk Nei, djöfull aldrei er hann góð- áður. Já, djöfull er hann góður Í, maður. hann er sko geðveikur sko. Já. og hann er maður með einhverja mestu leikhús reynslu Íslandsögurnar næstu, Já. hann er búin að vera fastrann í í borgarleikhúsinu í 25 ára eða eitthvað Já. ótrúlega Borgarstjórnar. góðu leikar allstaðar þegar hann kemur fram eins og til dæmis í Kidda Casio at the time sko, bara ógleymanlegu karakter hann deliverar alltaf Hvaða tegund af steik er þú? þetta er bara dásanlegt sko. og svo Guggur að smíða gemflugar og svo náttúrulega þetta er fyrsta aðhlutverkið hans og það er akkurat svo nálagt honum því að hann er náttúrulega þróttari Já, sjálfur Já, ok. og það er einhvern veginn, það var allt að hafa hann þarna með sér, þú veist, ég var svo ég held að það hafi 2 dagar það sem var ekki já, í tökum Ok. og það eru erfiðustu dagarnir í tökunum Já. vegna þess að hann gerir allt svo auðvelt já, trúi því Já. líka Hann er ljós heimsins. já, hann Já, er það, hann er algjört það. ljós Já, Já. Já, Sá sem og- hefur hann mun aldrei gangi í myrkri. Það er bara... nákvæm nei, það er bara þannig og en það er ekki bara það er líka handritið frábært og þau vönduðu sem mikið Heldur betur, voru góðum þetta í hann í hákurum daginn og þannig að ég er gríðalega stoltur af þessu Já, En það var þín ákvörðin að ekki að fá síðan handritshöfunduna til þess að leika Sóla og jú, Karli. jú. Mér fannst það bara líka beinast við Já. að finna einhver hlutverkanda þeim og mér fannst einmitt Karen vera frábær í Karen var mjög litlu flott. systur Já, frábær bara sko. geggja og eins og hún var að segja Já. að það er ekki endilega mikið sens sko upp á aldurinn Yeah, það pælir enginn það er í enginn því. að pæli því. Nei. Það er enginn að pæli því nei Svo er annar maður Steindi, hann er helviti góður Steindi er náttúrulega dásamlegur í þessu hlutverki Já, grjótarrið maður Já, en þetta er í rauninni þetta er trikkið við sjónvarp það er handritið og casting Já, númer 1, 2 og 3 það er að segja að þú skrifar karakterina nógu skýrt og vel síðan bara veluru þegar þú ert að lesa handritið bara hver er þessi maður Já. í hvaða leikara býr þessi maður og þú veist, Steindi, já absolutt, skilurðu Hilmir þetta- Snæ, þetta sorry, er líka bara Hilmir. geðveikur í þessu. þú veist, það er þessi karakter er í þessum leikurum og ef þú kastar rétt sem er í rauninni að mínum að 70% af því að vera leikstjóri að það er þá er allur eftirleikurinn auðvöldur Já, Já. Já, bara óskar hann ekki með þetta sko. Og öskra á leikara. Já. og svo munað öskrar og svolítið Já. mikið á það Já. Þurftur eitthvað að öskra? Gerðu betur Nei, ég þurfti ekki að öskra neitt og ég já, þetta var svona þetta var svona frekar smúð ferli í alla staði ég tók mér Clint Eastwood mér til fyrirundar Já. að, sem sagt að hafa bara Lágstemmd. rólegheit já, og yfirleitt ekki meir en 2-3 tökur í mestalagi Já. af því að þetta var ágætlega eftir þetta gekk vel ég var með frábæran kameramann Gunnar Auðun og bara Já. hrein þú veist, valið maður í hverju rúmi klart Homer, vinur okkar Já, Homer Það eru þetta allt frítar það kostar ekkert að nota Homer-appið Veitu, ég fer alltaf inn á MBL eða vísu í þetta fastegnir Já, byrju, er ekki 2025 eða? Ég haldi Síðast er það tjekkaði menn getur bara sett upp eignavart í appinu og fær bara ping þegar eign sem þið líst vel á þínu ok. hverfi það er bara allt klárt þú getur meira sér gert upptilbúð Þú getur gert köptum bara í appinu, það er svo handtækt og þægilegt Já, við erum basically í sauðskinu þegar kemur að ertu að segja mér ég geti verið og leita á Íslandi sko. Ertu að segja mér ég geti verið í sófanum heimið að mér ástu mín Ég var köpa íbúð þú veist, sko, þetta er allt ritað bara mittlað í stein eða sauðskin eða krítasöflu nú er þetta bara komið í appið Já takk Homer Þeir að vakta hverfi, þeir að vakta einhverjar eignir Allir bara Fyrsta sem ég ætla að gera Það er að hlaða niður Homer appinu þetta er eitthvað svo sexy viðmót sko. þetta Já. er alveg sexy Já Þetta er nýsköpun á hæstastígi Volt
Já. Voltex Costco. Tilkynnt í dag maður. Já, risastórt. Wow. Costco vörur aðgengilegri gegnum Volt yfir 2000 mismunandi vörur sem þú getur fengið í heimsendar. Þetta er rosalegt. Dýrafóður, þvottaefni, minni heimilstæki. Hann var nú, þegar Jói Már var hjá okkur daginn, hann var nú svona, hann var greinilega alveg eitthvað að kukka, sko. Já, maður sáði á honum, það var eitthvað sem var ekki að segja okkur þá og þegar. Það var... Hann satt á þessu, ormur og gulli. Hann átti Costco bara inni. Hann átti það inni. Wow. Volt er að gera vel. Manstu, hann var að tala eitthvað kannski bara fáið bara ráftæki send til ykkar og eitthvað. Já, hann vissi alveg hvað hann var að segja. Já, vissi alveg. Kaldi, spennandi hlutir á tekniborinu þar. Þau eru komin í hátíðaskap og byrjuðu að undirbúa jólun. Eru að fara að fá okkur í jólakalda í ára? Sko, ég ætla bara að segja þér það, Birgir. Það eru 19 ár frá því að framleiðsla hófst í Brugsmiðju kalda. Sælas. Og síðan þá hefur mikið vatn blandast við bygg og humla. Já, það er doldið þannig, sko. Bara þannig. Og ég held að þeir sé að vippa upp rosa... Ég held að þetta er 20-1 jólabjörn. En það er svoleiðis. Já. Þannig að hann getur sá besti til þessa. Já. En Neo sækir pizzahæðina til Napoli. Til Napoli. Þeir gera súdegi sitt á staðnum og láta þroskast í sólarhringa og þeir baka pizzuna við 500 gráður. Wow. Það tekur líka enga stund. Nei. Þú var alltaf búin að sleppa orðinu þegar pizzan er sjónandi heitt. Wow. Og það er 25% afsláttur með kóðunum CAD25 eða CAD. Þeir eru auðvitað 2 stöðum. Birgir, hvað eru þeir? Hafnardór Gallerí á Laugaveginum og bráðamættar í Smáralind Smáralind veitingasvæði. Það eru svo krispi og góðar. Já. Og ég fór síðast í bara margarítuna. Já. Af því að mæli hverjana góða pítsu hef ég alltaf sagt margaríta. Það er enda rétt. Það er rétt. Síðasta fréttin, Jóngnar fullur yðrunar. Mikið finnst mér leiðilt að heyra þetta. Nú horfði ég á vikuna föstudaginn. Við báðir, við allir. Ég sá ekkert sem að ég gæti verið særandi auðvitað búin að svara fyrir þetta. Sko, sem sagt þegar ég kom hérna heim eftir þáttinn, sko, fór ég að fá einhver skilaboð frá fólki sem sagt og Messenger og bara til dæmis eins kona sem að sagði þetta skammast mín, það skammast þín fyrir og eitthvað svona og Þetta er ekki aldrei síðan þú fékkst svona komment? Jú, Mér finnst ég fá svona flashback eða svona nostalgíu ef ég fæ eitthvað svona en sem sagt sko þarna í þessum þætti að þá er náttúrulega að tala um þessa bíómynd, Eldarnir og einhvern veginn í mínum huga vorum við eitthvað að ræða bara hvað svona náttúruhamfarir geta haft djúpstæð áhrif á fólk og og svona sko, og ég tek sem dæmi þetta fólk sem ég hitti og sem var frá Grindavík. Já, Grindvíkingar og ég hitti á Blönduósi þar á bensinstöðinni og þau sagði þetta sem sagt maðurinn sagði þetta við mig og og svona og þetta var bara einhvern veginn hann að lýsa sinni upplifun eitthvað, þú veist bara og þetta hafði greinilega haft djúpstæð áhrif á hann og ég var ekkert einhvern veginn að bara, mér finnst þetta bara athyglisvert og bara eitthvað sem að ég man alltaf eftir og svona og ég sagði þetta þarna og þá var það sko því að sko sem sagt sko ég fekk svona sko skilaboð ég get sko til dæmis bara jari sko fundið sko til dæmis sko sem sagt sko við klippum helst ekki sko, þetta er fallega náttúrulegt já, sem sagt sko það var til minnst maður félagið minn sem að kommentaði á einhvern þráð sem sagt og mörgum hefði sárnað þessu ummæli mín þannig að ég skrifa hann hæ, má ég spurja þig hvað það var sem ég sagði sem fólki sárnaði mest og hann segir sæll, ég held að fólk hafi bara haldið að þú værir að gera grín en ekki að hafa eftir ígjusögu frá fólki úr Grindavík
það var ekkit, en þú veist Já. það bara eitthvað sem fólk hefur þá haldið Já, gefið sér er í það að þú rauninni værir að grínast. ekkit sem að ég sagði Nei, Þetta er einmitt, við höfum oft fengið annar- svona komment. Já, það ekki. Maður veit aldrei hvernig er að grínast og hvernig er ekki. já, og sko annar félagi sem sagt sko og þá meira að segja það var eftir að ég hafi gert svona afsökunar að því sem ég sagði, þú veist, mér finnst bara mjög leiðinlegt ef að einhverjum hefur sárnað eitthvað sem ég sagði, það var alls ekki ætlunin sem sagt Þú að ég dottið hon í ormagrifju afsökunarbeðina. já, nei, ég meina að fullur yðrunar, já, en skilurðu, ég var bara að segja þetta og hann segir Sæll las afsökunarbeðinu þína og fannst hún hlý og einlæg. Mér langaði samt að deila einni pælingu. Það er algengt í opinberum afsökunum að fólk noti orðalega eins og ef ég hef sært einhvern, ef að hafi orð mín verið óvarlega sögð, skilur, og eitthvað svona, þetta er alveg smá passiv-aggressiv, sko. Og sagðir þú það í afsökunarbeðinni? Ég sagði það, já, hann væri leiðilegt ef einhverjum Ef að einhverjum Já. hefur lóst, Já, og ég segi Sæll, takk fyrir þetta, mjög góð ábending, en hvað var það nákvæmlega ummælunum mínum sem þér fannst ámælisvert? Þá segir hann, já, Sæll, það var í raun ekkert efnislega ámælisvert í því sem þú sagðir. Þetta var bara pæling orðalega. Mér finnst þetta bara, þú veist, að því að, en sem sagt, en það, annað, ég áttaði mig á því, ég hef svo sem ekki, þú veist, ég er ekki mikið að fylgjast með þessum þætti, skilur. Veikar með gíslamartinni? Já, og hann er svolítið pólitískur já, og hann er það. og Vók. Þetta er vókið. Já, og það fer fyrir brjóstið á morgun. Hugmyndafræði. Síðan er þetta eitthvað svona skemmtiþáttur og síðan berst talið að þessu málefni málefnu Grindavíkur og íbúa hennar og það er bara svolítið margt fólk sem er í tilfinningalegu uppnámi skiljanlega og mér finnst ég bara að hafa sýnt því fullan skilning skilurðu, og mér finnst að vera það efnislega í rauninni það að fólk er sem sagt kannski viðkvæmt fyrir því að það sé verið að ræða þetta í þessu samhengi. Skemmtiþætti, Í einhverjum grínari, skemmtiþætti, bleikum jakkafötum. Og þetta er pólitískt mál líka og þáttastjórnandinn er svolítið pólitískt svolítið umdeildur og þannig að ég skil þetta þannig en og bara þetta er hitamál, þetta er tilfinningar hitamál og staðfestir svolítið það sem að líka ég var að tala að náttúran getur haft mjög djúpstæð áhrif á okkur með því hvernig hún hagar stundum. Já, bara mjög gott. Mjög gott. Nú, þetta er bara klárað. Já, þetta var þurfum búið ekki að ræða þetta neitt meira. Núna er bannað að hlæja. Þessi þáttur var á föstudagskvöld. Ég horfði á hann spenntur, sjá hverju voru setti, Sigur Jón, Jón Gnarr, Patrekur Hæmi, Þetta var óvættur salur, já, skemmtileg blanda. Sunneva, Patti og herra þarna með. Já, Netanyahu. Það var svo gott. Nú hafið þið leikið, verið bætið myndaðan og annað, byrjum bara á því, hvernig finnst ykkur konsepti vera á þessum, að vera bannað að hlæja, við byrjum á þessu Sigur. Ertu hrifin af þessu konsept? Ég veit það ekki, já, þannig séð. Þegar best lætur þá virkar þetta pínlítið eins og mjög súrt eftirpartí. Það er einhvern veginn, þú ert komin eitthvað að klukkan er að vera 5 og við erum ennþá sitjum að sumbli og erum að fá okkur að éta. Já, ég skilji. Og þetta er orðið eitthvað bara rugl. Svona bara fliss, svona eitthvað. Og og jú, mér finnst það alveg virka þannig séð, það getur oft verið gaman. Allavega fyrir þá sem eru viðstaddir. Og greinilega fyrir þá sem er að horfa á það. Já, og ykkur fannst bara gaman að vera þarna, Jón? Já. Alls. Ég vissi ekkit þetta og og meina ég súrt í jákværi merkingu. Já, ég vissi ekkit alveg út af hvað það gekk. Ég mæti bara, þú veist, að því að svona, ég reyna að gera það alltaf bara, að mæta og vera með og ég skildi ekkit fyrst alveg
sem sagt, ég var einhvern veginn hélt að ég ætti að vera bara stone-faced sko, en síðan áttaði ég mig á því að það var ekki alveg þannig og sko, þetta er ákveðið kerfi, þetta er eitthvað ákveðið svona Það er rosalega formúlar bak við þetta. já, og þú þeir exa merkja við stig og svona Ég var ekkert að pæla í því, sko. Nei, Ég bara hlóð þegar ég vildi hlæja. já, ég reyndi bara að gera það líka ég bara, sko hafði bara gaman af þessu og það var svona kýtlandi stemming. kýtlandi stemning, Já, sko Já. og Það komið svona svefngals í fólk. Já. Kom einhver á óvart af þessum þrem sem voru með ykkur? Já, ég meina, ég vissi ekkert Sunnevu Einars, Nei. en svo bara komst ég að því að hún mikill humoristi, sko. Mhm. Og en ég vissi alveg Patrikur væri Hann var fyndinn. mjög fyndinn gaur, sko. Og hann nettusmjörið, sko. Var Já. alveg hress og kátur og skemmtilegur, sko. Hann var nú bara hlæjandi í langan Klár, tíma. sko. Já. já Þannig að þetta var góðu félagskapur. Já, nei, þetta kom það var ekkert sem kom mér á óvart, sko þetta er skemmtilegt fólk og já Já. Já, við skulum fyrir þá sem að The þáttin kids eftir, are þá all segjum við ekki hvernig úrslitin fór. Já, ok, ekki spoila. Nei. Gerum það ekki fyrir Auðun Blöndal. Nei. Já. En Sigurjón, þú ert ekki handlaðin maður? Nei, ég fekk nú aldrei að heyra það. Aðeins á baukinn hann það? Nei, já, Jón, náttúrulega, við Jón hefum þekkst síðan 1980 og eitthvað, sko, 6. Hann man meira að segja, sko, hvaða mánuði það var í. Já, ég meina, öll ár eru 12 mánuðir bara, það er línulega, það er vor. Það er svona savant, sko. Og sumar og haust og vetur og svona. Þannig að ég held að við hefum kynst veturinn 86. Já. Þú veist á haustmánuðum. Já, haustmánuðum. Og ég maður segja svona október. Nei, það var nú frekar í nóvember. Já, ég held það. Og þá var ég kynntur fyrir Jónsa. Jónsa, þú ert að hitta Jónsa, hann er sikk, sagði Jón Egill, vinnur okkar. Og Jón hafði líka heyrt mig, sko. Ég hef kallaði Sisson. Já. Og ég var víst sikk líka. Þannig að þarna tveir sikk gæjar hittust, sko. Og og the rest is history eins og fólk segir. Veitu, hvað er á spurningin? Já, Þú ert handlaðin. Og nema hvað að, sko, ég hafði, þegar við vorum sem sagt, byrjaði að búa og svona byggum báður í Grafóinum, manni. Já. Og ég bara var algjör rati þegar að koma að einhverju, eins og að bora gat í vegg og svona. Já. Það geti einn með Og bað hann að lána mér borvélinni. Það var æðislegt. Það var svona, við byggum sittkurum meginn í Gráinu, það var kirkjugarður á milli okkar. Og og ég fór yfir kirkjugarðina, labbaði og fekk lána borvél og fór svo labbandi, sko. Já. Og svo labbaði ég yfir kirkjugarðin og þetta bara, ég fattaði ekki hvernig óskupnum þetta virkaði. Og svo þannig að ég labbaði yfir kirkjugarðin aftur og fekk hann til hvað var ég að spyrja? Þú varst með borvélina í annar hendinni og og horfður á mig og sagði, hvernig festur þetta saman? Og ég einhvern veginn bara ég gekk út frá því að allir vissu það eða þú veist Já. En ég vissi það ekki. Nei, þannig að bara en svo hef ég, sko, ég myndi aldrei segja ég var í handlagin, langt í frá. En ég hef hins vegar hægt og rólega lært að svona hvernig hlutinni virka og ef þeir virka ekki þá kannski bara gera þetta á öðruvísi einhvern veginn. Já, og það byrjar að virka. Og horfa á YouTube-vídeó. Já. Líka... Svo er náttúrulega ChatGPT. Já, snilt. Alveg snilt þegar það kemur öllu þessu. Já, ég sko, ég er samt, sko, ég var nú að spurja það út í Starlink, sko. Ég var engu nær. Bara, Hvað er Starlink? Það er þetta áhugavert dæmi. Já, en sko, ég var að pæli að fá á maður að kíla á það, eða þú veist... Hvað, er það eitthvað sem maður fær sér? Já, það er sem sagt netsamband, sko, Starlink eru bara gervitungl sem eru kofvera allan heiminn og þú nær netsambandi allstaðar. Bara allstaðar. Og Suður heimskautslandinu og
en þetta ekki mikill hraði sko, þetta 250 megabæt eitthvað svo leið sko Já, er það max ekki og bara þá best þýðir að nota það að maður eins og með rafmagnsbíla skilu þú ert að fá 100 eða eitthvað, ert þú búin að pæla eitthvað í þessu? Nei, ég akkurat bara var búin að heyra þetta sko Já, og að við varum líklega með ofgóða innviði hér til þess að þetta væri eitthvað já, raunhæft fyrir okkur sko. og ég komst að því sko, en ég gafst upp á að ræða við ChatGPT vegna þess að það var ekki að Það eru takmarkanir sko með þessu chat sko sem betur fer kannski. já, en ég meina þetta gefur sér alltaf út fyrir að vera með já Svo lígur þetta alveg rosalega Ef það er mikið ekki viss Ef hún er ekki viss, þá bara kemur með bestur og lígi Þetta er alveg svak Hún er lega svo. Já, hún er líka sjúk, hún er eins og síkópat Eins og herra. já Já. það er hérna einmitt sko já, en ég meina þú ert búin að vera svona að koma ávart, ég meina þú ert líka orðin svona bóndamaður Ég er bóndamaður Já, Ég já. get ekki sagt að ég sé bóndi En kona mín er heldur ekki neitt bóndi Svo enn ég séð, hún hefur svo miklar sko, hún er svo mikið dýravinur sko. og þú veist, við erum með 16 hænur akkurat núna Já. Mhm. Hún myndi aldrei geta snúið neinn úr hálsliðinu með neitt slíkt skilur Nei, eða nei. fara að borða kjötið af þeim Nei, skilur glemdi hugmyndinni. hún myndi frekar já ef hún væri eitthvað hún hefur farið með nokkrar hænur sem voru lasnar sko til dýralæknis að Já. láta svæfa þær skilur með tárin í augunum Já. þetta er ekki beint bóndi Þetta er ekki sko. alveg- Það væri ekki lægi ef þú myndir eins og snúðar hanslinum og elda þér Já, þú veist, ég hef miklu kaldara hjarta sko. Ég gæti alveg gert það held ég sko. já Ég held að, já, mín fyrsta atvinna var einmitt í hænsnabúi þá var ég 11 Ok. ára gamall í hænsnabúinu í Hnífsdal að snúða þér hanslinum Nei, ég horfði samt á þegar þær voru sko, það voru hálshögnar og þær héldu áfram að rosa mikla ánægju af þess og það var rosa fyndi sko, því að það héldu áfram að hlaupa alveg Er það? margar hringi Já, á já. bara lausa Já, hýst þessar hænur já, sko, en með að snúa hænur úr hálsli Já, þá sko þarftu ekki bara að snúa af því að ef þú bara snýrð þá snýst hausinn bara eftir tilbaka þannig að þú, nefnir það þú þarft að snúa og kippa nei, þannig að við látum okkur duga bara eggin Já. úr hænunum Þið látið þetta sem vera. eru rosalega góð sko Já, þau eru heil. já. Já, það Svo er þetta bara einmitt, sko Animal Farm ég er búin að hvetja hann sko hann er með kvikmyndafyrirtæki Self-Host Moving Pictures Nei af hverju er ekki What's moving pictures? Þetta er frábært ok af hverju er hann ekki að framleiða þætti Sigurjón bónda Landin, svona, einhvern já, veginn. Já. ég skil það ekki þú veist að Nei. fara með hænu og láta svo svæfa þetta er bara heitt á Þetta er mín lífi Þetta er þátt að serja þetta. og bara vera hjá henni þegar hún er að skilja við skilur Einmitt. bara á strúkenni Já, já, skoðum þetta þegar að bregða nú upp. er hún að skilja Já, þetta er bara Þetta er mín lífi svona síðustu orðin hennar hún er að skilja við Sigurjón Bonda. Sigurjón Farm, já og svo er hann náttúrulega að stunda sko, hundarækt sko. Jú Ég meina, Það er gleymist bara- stundum. þú ert með 5 eða 6 hundar sko. Já, þeir voru 4 þegar mest létir eru 3 núna sko Já, það er nú Já. bara eins og annarkvæð heimilin endar. Já, það er aldrei þannig og það er sérst komin korpur yndislegur, lítill af Dobermann tegund hvað var þeim 4. hundin? Hann fór upp í sveit já Skessa ok, já og það er alveg merkilegt, þetta eru smáhundar og 2 smáhundar og svo er hún komin, hún yndislega, hún Mirra Já. Hún er engin en smáhundur. hún er engin smáhundur en hún er mesta kærleiksblómið sko. Já. Hínar eru miklu meiri vargar sko. já
Hún er svo mikil ást, sko. Já. Og hrædd Bara- við allt. Það? Já, þetta á að heita, sko, varðhundurinn agalegi, skilur við. Skítrættu Já, þetta, já. sko, dópar. Já. Það er ekkert að vera hræddur við, sko. Nei. Hún er bara alveg Nei, svakalega góð og ástrík. Já. Og þetta er bara eindislegt, sko. Já. Nei, það er sko að með hunda sko að svona megin dræfið þeirra er kærleikur Já. og sko það er Kærleikur og ást. já, ein svona kannski mest lesna svona hundaatfellis bókin sko heitir Dog is Love og að því að hundar eru bara kærleiksverur, það er engin slægð til í hundum. Nei. Úlfar hafa slægð Já. og úlfar geta dregið á tálar og leitti út í ógöngur og svona Já. og þannig til mér veiða þeir, það er að segja þykjast vera eitthvað Sætir og góðir. og svona. já, þykjast vera meittir eða eitthvað og svo eru hinir að fela sig og svo ráðast þeir allir á því hérna, sko, hundar eiga ekki svona til Nei. og hérna, sko það að, þú veist, þú getur þjálfað eins og til dæmis bara fólk gengur út frá þetta er ákveðið eðli í smala hundum eða varðhundum en það þarf að þjálfa þá ég meina það er bara eins og hundur hérna sem hefur ekki svona smala hundakyni sem hefur ekki fengið þjálfun hann er hérna ekkit endilega góður smalahundur, hann var áhugan en kannski ekkit alveg getuna Ég reyndar hefur einslað því að smala hundur sem ég eignaðist einu sinni, hafði aldrei komið nálagt rollu á ævinni nei. og svo var ég stattur fyrir norðan rétt hjá í sumarbústað, rétt hjá Sveitabæ með hundinn bóndinn bankar, er þetta ekki með hérna, má ekki fá lánaðan hundin í 500 nú okkur, er nokkra rollur hérna fastar út í hérna, gerði hérna Það var border collie, var það ekki? Það var border collie í Labrador. Já. Og hann, tók hann fór, hann hljóp, gerði þetta á svona 0-1, bara rak þær allar mjög skipulega. Einmitt. Og þú veist, hann hafði aldrei séð rollu áður, þetta var bara í genunum. Já. En svo er það, sko, fólk heldur ofta að svona hundar eins og Rottweiler eða Dobermann eða eitthvað svona séu bara í eðli sínu varðhundar en það kemur oft fólki óvart að því að maður hefur séð svona vídeo þar sem hefur verið að fólk að prófa hvað mynd hundurinn er að gera ef einhver myndi brjótast inn og þá hefur maður oft séð þá bara flaðra upp og sleikja það er bara þess að en gera þeir eru kannski auðveldar næru hundar að þjálfa þá upp í það og þetta er eins og leitarhundar, ég meina leitarhundur er ekkit endilega að fara að leita þeir nema hann hafi verið sérstaklega þjálfaður til þess þannig að sko þeir eru náttúrulega og sérstaklega hvolpar sko eru náttúrulega algjörgrei sko Já. það er Þetta bara er búið gaman gaman að þessu Jón Gnarr, síðast þegar þú komst til okkar og þá varstu með Jóhanni Páli sem er núna umhverfisráðara og þú ert náttúrulega í meirihluta í ríkisstjórn og orðin þingmaður þingmaður, svarið er hvernig, sko, er að vera það núna tæft ár er þetta eins og bjóst við að vera alþingismaður? Hvernig er þetta? Sko, já og nei sko starfið er sjálft kannski eðlis ólíkt því sem að við ímyndum okkur. Það er að segja við ímyndum okkur starf þingmanna svolítið út frá veru í þingsal. Það er að segja að því að þannig er upplifun okkar að því að það er oft sko Alþingisrásin bara útsending eða þá eitthvað í fjölmiðlum þar sem einhver er að halda ræðu en svo er náttúrulega sko þingmenn í fastanemdum eru sem sagt fastanemdir Alþingis og síðan eru ýmis önnur ráðunemdir sem að þingmenn sitja í og það er talsvert mikil vinna og ég til dæmis er ég til dæmis formaður Vestnorræna ráðsins og sem er samstarfsvettvangur Íslands, Færeyja og Grænlands og gríðarlega mikilvægt og merkilegt starf
en kannski fólk ekkert sérstaklega upplýst það og síðan eru þingmenn að starfa mikið í alþjóðastarfi eins og í ÖSE og NATO og Sameinuðu þjóðunum auðvitað og það mikil vinna sem fylgir því og síðan eru mikið af fundum með bara fólki úr samfélaginu, einstaklingum, fyrirtækjum, félagasamtökum, það sem þú ert að mæta á fundi, fá upplýsingar eitthvað, eða fólk vil kynna eitthvað fyrir þér og það eru skipta skoðanir eitthvað, þannig að fólk óskar eftir að hitta þingmann í sínu kjördæmi og maður getur ímynda sér til dæmis það er fyrir þingmenn kannski í stórum kjördæmum bara til þess að fara á milli staða og hitta fólk til þess að eða sjá megin augum eitthvað, það getur bara verið mjög tímafrekt og yfirgrips mikið þannig að þetta kannski kom mér þessi hlið var meiri heldur en ég hefði átt að með og ég held þetta væri svolítið mikið þannig inn í þingsal en svo eru svona málin hvaða málum þú ert að vinna að það fer svolítið eftir því hvaða nefnd þú ert til dæmis ef þú ert segjum í velferðarnefnd og ert að kannski vinna að einhverjum ákveðnum velferðarmálum sem varða eitthvað, segjum til dæmis málefni fatlara, segjum það og þú ert að brennur fyrir því og bara sem sagt einhver ákveðin mál sem varða fatlaða og síðan kannski verið að ræða í þinginu kílómetragjald en þú vilt kannski frekar vera út í bæ og funda með fólki það málefni sem þú ert að vinna, skilur en þá gæti einhver sagt, heyrðu, hann er ekki í þingsal og skilur, þannig að og oft eru þessir fundir sem fólk situr á kannski ekki eitthvað sem að þú vilt vera eitthvað að segja frá að þú sér búin að hitta þetta eða það fólk sem þú ert að hitta vil kannski ekki endilega vera segjast að það sé vera eitthvað að vekja athygli að þú að vera að hitta það eða þú veist þannig að og ég hef svona sjálfur haft svona skoðanir á því einhvern veginn svona hvaða þingmenn hafa mætt eða ekki mætt eða eitthvað svona en það segir ekkert starf þingmannsins. Það er frjálsmæting og ekkert svona essi-kladdan eða svona. Já, það er samt alltaf listi sem er birtur en þú þarft að það svona ætlast til þess að flokknum þínum að þú mætir á þingflokksfundina það er svolítið skildumæting á það og þingflokksfundir þar hittast þingmenn og ráðherrar og í hverjum flokki og eru að fara yfir þau mál sem eru til afgreiðslu og síðan er líka svona ætlast til þess og það er móralst svona ætlast til þess að þú mætir í atkvæðagreiðslur eða að því það er svolítið hlutverk okkar þingmanna út að það gengur lýðræðið það er að greiða atkvæði með eða á móti eða skila auðu eða vera fjárverandi hvað þú vilt og þetta er líka kannski og ég áttaði mig á því að í mörgum málum að þá er þetta það sem að kannski þingmenn óttast að þurfa á endanum að segja og þá er það svolítið money talks og bullshit walks þá segiru hvað skilurðu við höfum hitt þessa konu sem sagði money talks and bullshit walks já ok, höfum við hitt já, ég held að ég og þú höfum hitt hana báðir
Hún sem sagt, þetta raunverulega upprunalega konan. Já. Við vorum staddir baksviðs á tónleikum með Sigurmálunum Sæll. og árið 1989 í New York borg. Já, ok. Og fengum hérna, sjáu þessa konu hana, muni eftir þessu kvótina, Money Talks and Bullshit Walks, sem úr Spinal Tap. Já, þetta hún. Þetta beint kvóti hann. Já, Bara að segja, sko. Það er þetta rosa. Aðeins En mér langar Fyrst upp í umræðinni Mér langar aðeins, já, ég veit, en mér langar að spyrja Mér langar að spyrja þig, Sigurjón. Hefurðu tekið eftir einhverju breytingum á Jóni eftir að hann varð alþingismaður? Já, sko, það er bara þegar hann dettur í þennan, sko. Það er alveg, maður líður eins og maður sé einhverju starfskynningu hérna, þú veist, já, og svo er alls konar málefni og líðræðis og, já, og hans konar nefndir. Já. Það er bara... Hann stundum, sko, Verður pólitísk? hann verður svona og stundum alveg þurr. Bara fullkomlega eins og hann er fyndin yfirleitt, þá verður hann stundum bara... Varfindin, hérna... Svo verður hann stundum alveg málefni. En það er bara eins og það er, sko. Já, það er svo Já. Orka náttúrunar. 2 nýjar hleðslustöðar. Hraðhleðslustöðar. Sælar. Það er við Bónus á Akranesi og það er nóg að gera hjá ON þessa dagana í uppsetningum á nýjum hleðslustöðum. Það eru allt land tilvæli fyrir rafbílaeigendur að hlaða með þeir versla á svæðinu. Það má valla líta af honum, þá eru þið búin að hendi upp einhverju hleðslustöðum eins og korkúlur, sko. Já, þeir eru nefnilega eins og fleiri vinnur okkar. Það er alltaf 1 milljón hjá þeim. Já. Og það er gaman að sjá. Maður hefur vart undan að fylgjast með þeim, sko. Náttúru Íslands er auðvitað dýrmættasta sem við eigum. Og hann veit það. Orka náttúrunar nýtir hugvit sitt í að beisla orkuna. Framleiðir hún í heitvatn og þið gera það líka á ábyrgan hátt. Já, ég ætla að segja. Á ábyrgan hátt. Það er þegar kannski glemdi því á hann. Þið gera það á ábyrgan hátt. Dynout. Kíkt út að borðum helgina. Flottustu veitingastæði landsins er að finna á dynout.is og í Dynout appinu. Já. Þeir eru eins og Homer að sjálfsögðu með gott app. Heyrðu, þegar þú segir að Homer og Dynout, það er alveg, já, sambarlegt. Já, falleg íslensk nýsköpun og jólagjöfin í ár. Er það ekki gjafabreið bara? Frá Dynout, 400 það er samt ekki, veitingastæðir. já, það er ekki nema 400 veitingastæðir sem eru með Plus. Hardrocku þetta. Já, það er okkar menn. Eru það okkar menn? Sko, ís með stjörnuljósi og gjöf fyrir afmælisbarni. Það er hardrock. Það þarf ekki sem vera badd, sko, það getur bara tekið félagið þangað, sko. Nei, og aftur, þetta er það sem ég kalla svolítið faldaperlu, sko. Það eru ofáir Íslendingar að kveikja því hvað er næst að tillis hérna. Já, af því að túristarnir eru löngu búin að fá með móður, sko. Já, ok, þú veist, jú, það er hægt að fara á date þarna. Það er hægt, já. Þú er sýnt það á sannað. Ég hef sýnt það á sannað, en hefur þú farið á date þarna? Nei, ég fer ofta ánga með minni fjölskyldu og við eigum góða kvöldstund, sko. Ég er bara að spá hvort að þú og Birna hafið einhvern veginn skellt ykkur 2, romantist. Nei, við eigum Þú átt það inni. Eigum við inni bara. Farið í World Burger Tour og gerir kvöld úr þessu. Já, nokkri kaldir og, já, skoða það. Jafnvel koktela, þeir gera góða koktela. En Höstrand tilkynnti á dögunum nýja hönnun og uppvært úrvala kaffi. Já, talandi fólk sem má ekki líta af. Nei, þeir eru alltaf að brugga eitthvað skemmtilegt, sko. En aðalega gott kaffi, sant? Já, nei, þeir eru samt komnir í alls konar bítrútpælingar og matcha og ég veit ekki hvað og hvað. En það sem stendur upp úr fyrir mér er kaffivélin, sko. Hún er svo forlag. Já, hún er glæsileg. Þetta er bara stofustás. Herri, Jóngnar, hann fekk sér bolla af Höstandvélinni. Já, var virkilega ánægður með það. Já, það bara. Hann er eini gesturinn, hann var nú að koma held í 3. skipti, sem hann biður alltaf kaffi. Alltaf kaffi. Samt veit hann að við vitum allar hvað kaffivélina er. Nei. Já, ok, það er nú orðið bóta á síðan við byrjuðum með Höstrand og ég kunni aldrei á þess að kaffivélar, það eru svo flóknar, þetta er ekki grín. Hann þurfti að laga kaffið sitt sjálfur í fyrstu 2 skipti. Þetta þurfti bara að rafvirki bara, já. En núna var þetta var bara 1 takki. Já, þetta var ég horfði á því. Ég hefði nú örugglega treyst mér í þetta. Og nú á nýjum tegundum hjá Höstrand, þannig að það er auðvitað gaman. 15% afsláttur með kóðanum CAD. Já, ýmislegt sem kemur óvart. En svo er líka bara svona mikið, sko, skipt svo miklu máli. Það er að halda áfram, sko. Nei, ég meina hvernig típa þú ert. Eins og ég, þú veist, mér finnst fólk yfirleitt skemmtilegt og áhugavert. Þannig að sko, og það er nú þannig kannski með flesta sem er að vinna í þessu og það er, þú veist, alveg þvert á allar flokka. Fólk er alltaf að spurja það. Er það rétt að fólk
sé kannski að rífast í þingsalinn sé svo bara góðir vinir og ég já, eða þú veist, já hérna Það er verið að rífast málefni, þetta hefur ekkert með persónulegt að gera eitthvað. Nei, sko, jú, en það er aðalega innan flokka, sko. Já, er það ekki? Þar er virkilega... Það eru rýtingarnir í bakið. Þar eru rýtingarnir, sko, hérna, og gjarnan til dæmis, sko, eftir prófkjör. Já, en það ekki. Jú, og bara, sko... Bræðravík. En Já. hvernig var þetta? Hvernig leið þér til dæmis þegar þú stattur á landsfundi daginn og tillögu þinni nafnabreitingu á flokknum hafnað? Já. Hvernig leiði það? Sko, mér bara hefði Öskraði. ekki geta fyrir meira saman. Já. Hérna, nei, þú veist, ég bara, sko, sem sagt, fyrst og fremst, sko, að reyna bara að gera eitthvað skemmtilegt og eitthvað svona sem vekur athygli og eitthvað gaman, skilur, eitthvað svona hreyfir við mann og svona, en það var ekkert persónlegt fyrir mig í því. En þér finnst Viðreisn ekki gott nafn? Sko, það er bara svo margt sem mér finnst ekki gott, skilur, eins og knattspyrna. Gáðu til að bókum sko orð, eitthvað svona, fannst hún óorð? Já. Knattspyrna. Byrjar það. Já. Það getur hann ekki, sko. Já. Knattspyrna í staðin fyrir fótbolti. Já. Nei, ég meina, mér finnst þetta svo mikill óþarfi vegna þess að þetta er að flækja hluti óþarflega. Það er engin ástæða til þess að vera með orðið knattspyrna, en þess að fótbolti er alveg jafn gott og sem sagt, alveg eins og bíll er bara fínt orð. Það er ekkert að kalla þetta bifreið. Það er bæði lengra, þegar menn eru komnir á ákveðinaldur. Já, þá bara gerist þetta. Nei, þetta er og ég er svona sjálfur, það er eitt sem ég er með alveg rosalegt ofnæmi fyrir því þegar fólk, ég var að segir hluti eins og ég var að tala við systir mína, skilur, systir, þú veist að eignafall, sko, eignafallsíki, Já, hann er hérna, hann er farin heima hjá bróðir sínum. Já, hérna, þú hefur alltaf verið svona Sigurjón. Hérna, jú. Það er bara í seinni tíð, sko. Nei, hérna, keiftu. Ég hef séð þig svona nötra alveg. Ég keiftu ekki, nei. Keiftu. Nei, hérna, sko, það eru... Ég hef aldrei alveg upp við svona umvandanir, sko. Mér finnst branding, ég er áhugamaður branding. Og hérna sko sem sagt sko og mér finnst 3 verstu nöfn og stjórnmálaflokkum í Íslandi það er Viðreisn, Samfylkingin og vinstri hreyfingin grænt framboð sem er allra verstana sem nokkuð mann hefur fundið upp á stjórnmálaflokk. Svo kemur eitthvað svona eins og sósíalistaflokkurinn, minnst þetta mjög gott nafn, svona brandinglega séð. Þetta segir þér bara nákvæmlega hvað þetta er. Sem sagt sósíalistaflokkurinn, þetta er sem sagt flokkur pólitískur og þau eru sósíalistar, frábært. En Viðreisn er alveg sko... Hvaða öfl eru til dæmis félagshyggju öflin? Ég veit ekki hvað þetta er, skilurðu. Hérna er þetta, sem sagt, hefur þetta með kjarasamninga félagsfræðinga að gera, þú veist, þetta er bara bull og hérna, nei, alveg tala, þetta er bara til að flækja hluti og... Félagshyggja versus frjálshyggja. Hægri versus vinstri. Já, þú veist, hérna, en þú veist, þetta er bara þetta er bara bull og hérna, nei, ok þá bara ræðið það eftir ekkert vandamáli með Viðreisn er að Viðreisn er eins og til dæmis þetta er aldrei eins og að reka við eða viðreynsla já, nei, sko, þetta er einskipti skjörningur það er eitthvað sem liggur á hliðinni og þú reisir það við og þá hefur Viðreisn átt sér stað og that's it. Þá er ekkert meira sem sagt... Það er svo Make America Great Again, skilur við, og það er bara, ok, hún er great, og þá bara, what? Já, en sko, til og með svo ensku heitir þetta Reform Party, og það er endurbætur. Já. Það eru endurbætur, og mér finnst það er alltaf má alltaf gera aðeins betur, en Viðreisn er bara ein sem sagt sko, það er eins og viðreynsla sko, ekki einu sinni viðreynsla, þú getur haldið henni áfram og uppfært hana og svona en Viðreisn
sem sagt bara einskiptisgjörningur og svo náttúrulega bara samfylkingin bara, þú veist, þetta er bara já Hvað er það? sko Davíð Oddsson sagði þetta hvað er samfylkingin? Gaman að vera saman fylgja sér saman og gaman að vera saman en ég meina, og ég tekið sem dæmi, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er fyrirmyndarbranding með flott logo og gott nafn. Það þarf ekki að breyta neinu, það þarf ekki að bæta neinu, við veit allir hvað þetta er. Framsóknarflokkurinn, líka, fínt, mjög flott, basic, big, grænt, flokkur, alþýðuflokkurinn, það er eitt allra besta nafn sem fundið hefur upp á stjórnmálaflokki á Íslandi og hvað gerðu þau? Lögðu það niður og stofnuðu skilur, þetta er bara svona, þú veist, eins og hérna sko, eins og taka kók og segja, við ætlum að hætta að kalla þetta kók, kalla þetta brúnlegi skilur, þetta er bara svona hvað er að þér? Þú veist, þetta er bara út að skemma gott vörumerki og það finnst mér óvitaskapur og skilur, Kjánagangur já, og hérna og mér leiðist All svona about branding Já, mér leiðist svona hérna sko, hérna Viljum við halda áfram er þið ekki með ykkur til Við erum með dagskrárgerð. Er þið ekki dagskrárgerð annars malar hann bara út í eitt og segir bara og Já, en við viljum segja við viljum ekki bifreið og fleiri óþarfa orð ég er ánægð með það við séum að já, það er alltaf verið að smíða nýjir sko, en það líka mögulega að henda einhverjum út sem eru bara óþarfi finnst þér óþarlegt orðasalatsundum á þingi? Finnst þér menn vera að slá sem óþarfa orðum og bara sko, miklu minna heldur en ég átti von á en auðvitað er svona frasatal algengt það er svona fólk grípur til einhverja ákveðina frasa og reynir að kannski svona hvað maður að segja, ekki bara vanda heldur svolítið svona upphefja mál sitt að það segir, þú veist, ég skil ekki bara sko hvað við erum að gera og þá segir fólk kannski ég bara botni ekki í því á hvaða vegferð við erum hér, skilur það er svona orðin svo vegferð og Ég nefnilega notið þetta dálítið í brjáni allt svona vegferð og heiður í minn sem þjálfari og eitthvað svona rugg Íþrótta, fótboltaheimurinn er fullur af þessu þvaðri hann er að líka Ákveðið vegferð er þú og svo hef ég heyrt nokkuð sinnum klísjuna hérna að menn enda ræðuna sína á svona gera menn ekki skilur, þetta er kvót í Ólaf Thors sem var síðan beint kvóta frá Davíð Oddssoni og er beint kvót í skilur, þetta er allt svona en það gerum við ekki en þetta er samt miklu minna heldur en ég hefði átt von á ég sit oft inn í þingsal og er að hlusta á ræður og mér finnst fólk svona mestuleiti tala svolítið bara frá hjarta og samfæringu. Fannst þér það í málþófunum við veiðigjöldin? Þarna verði Sorry, Sigurjón. Já, nei, mér fannst það ekki. Það fannst mér sko framan af athyglisvert síðan var þetta svona kannski svona stakk og eins og ég sagði þið sjálfur þá var þetta orðið svolítið bara eins og svona fullu kalla röfl Akkurat, en þetta, ég held að sumir hafi nú notað chat GPT dálítið duglega það er alveg staðfest og sko martaði og endalaust sko voru þau að springa sjálf það var svo skemmtilegt að því þeim fannst þau svo sniðug sko og líka þá er komin smá kvöld þetta hefur verið svona bannað að hlæja stemming og springa á hlátri hérna sem sagt og svona og einhvern svona þú veist, einhvern hátt skildi þetta og einhvern annan hátt pirraði þetta mig en hérna
en það fannst mér ekkit að ég reyndi alveg í alvörunni, ég fór bara stundum inn í þingsal og var að hlusta á ræður, Já. að því mér langaði til þess að, þú veist, kannski kemur eitthvað fram sem að, þú veist, að ég alveg þannig, þú veist, ég tek alveg rökum og eitthvað sem ég hef ákveður, svo kemur einhver og segir, en þú veist, eitthvað, já, einmitt, þetta góður punktur, og þá bara hugsa ég það kom aldrei neitt sem að ég einhvern veginn, já, einmitt, þetta Frábær punktur. góð pæling, það var aldrei neitt, eitthvað sem að hreyfði við mér þannig séð og endanum fannst mér það bara, var ég úrkula vonar það og reyndist sannspár með það kom ekkert nýtt fram sem að einhvern veginn mér fannst athyglisvert eða þess virði að staldra við, sko, þannig að ég get ekki sagt að mér hafi fundist þetta uppbyggilegar eða fræðandi umræður, nei, ég get ekki sagt það en þetta er samt líka bara hluti af þessu dæmi öllu saman, þessum kúltúr og því sem við köllum lýðræði. Klart. Við myndum staðins á Nonnagnar hérna upp á þáttar, en svo eru þetta Kjartanlogi í fréttunum daginn, tónsónu sinni, það er okkar maður. Er að vekja athygli fyrir skemmtileg myndbönd á TikTok og Instagram. Já. Þetta er svona, þú veist, ég veit ekki, þetta leikargen í honum sem er svo sterkt. Sem hann er með heldur betur. Þetta grín, þetta minnir mann líka að þið voru ungir að byrja á þessu. Yngri, eða þú veist. Já, yngri. Við vorum álíka ungir og Kjartan er núna. Já. Þú veist, fyrir mér er bara, að ég veit ekki, það þarf svo mikið kjarki að byrja. Sammála. Já. Og öldur önnur núna, þið voru með samfélagsmiðla. Já, sem ekki samfélagsmiðla. Kjartan, einmitt, hann ég vissi alltaf að þetta ætti fyrir honum að ganga, fyrir honum að liggja. Af því að, þú veist, ég þekki grínara, ég þekki slatta af fyndustu mönnum landsins og þeir hafi yfirleitt ekkert val, sko. Þú veist, ég veit það, sko. Jón reyndi mikið að vera ekki grínist. Skilur, hann fór og ætlaði að vera áfengisráðgjafi og eitthvað svona. Og Pétur Jóhann reyndi fyrir sér í Bíkó og svo framvegis. En þeir bara átti ekkert val. Þetta var bara Destiny. Legubílstjóri segur hann. Já, ég veit. Meirabólsbílstjóri. Og Kjartan er bara born to do this, sko. Ég hef alveg séð það frá því bara hann var nýfæddur, sko. Og þetta er frábært plattform sem hann er búin að koma sér upp þarna. Því að þarna er hann líka bara að næra hann sinni rödd algjörlega ómengari. Sko. Það er algjör snild, sko. Þannig að, þú veist, hann sem betur, hefði það verið kannski í einhverju annari situasjón í ríkisjónvarpinu, eitthvað svona, sem einhverju að pródúsera hann. Já. Mér finnst þetta svo pjúr og flott, sko. Og hann og kærastannas, hún Íris, þau gerir þetta saman, sko. Hefði þetta form átt vel við ykkur á sínum tíma haldið? Nei, jú. Öruglega. Nei. Við náttúrulega fórum þessa leið, sko, við byrjum í útvarpi og komum okkur svo í sjónvarp í gegnum einhverjar krókaleiðir þannig í dagsljósi. Þannig að, já, þú veist, það var bara eins og það var. En ég er mjög stoltur af stráknum, sko. Já, máttu vera það. Já, máttu vera það. Og Sigrún, þú ert búin að færa þig meira og meira bak við myndavélina. Saknar þess að vera fyrir framanna? Nei. Það er rosa erfitt að fá hann til að leika. Já. Ég er ekkert mikið svo sem þú veist, ég hef alveg gert, ég lék í Draumahöllinni í fyrra og eitthvað smotteri. En ég er bara ekkert svo mótiveraður fyrir því að leika. Mér finnst miklu skemmtilega að skrifa. Ég fann þetta bara mjög fljótt þegar við vorum í fósbræðum. Að það sem mér fannst skemmtilegast að gera var að skrifa þetta og horfa á þetta. Og allt þar á milli og bölva heldur í svesen, sko. Já, en maður verður náttúrulega að gera meira en bara það sem er skemmtilegt. Ég veit það. Er samt ekki þægilega að leika bara? Er ekki þægilega bara að leika? Það er ekki þægilegt við að leika. Nei. Jón er góður í þessu. Hann fór að sækja í þetta og fór að þróa sig alltaf sem leikari og betri. En ég hef hins vegar í vinnu minni sem bak við tjöldin hef ég líka byrjað allt í einu að fatta hvað leikari,
hvað starf leikarans er merkilegt og mikilvægt að sjálfsögðu. Ef hann festist ekki í, sko. Já, það festist ekki í gríni. Nei, að þetta er mikilvægt, þetta er sem sagt, já, ég lærði það eiginlega bara þegar ég lék þarna í myndin hans Dagskára sem heitir Fúsi. Já. Að allt í einu, þá kendi hann mér að leika bara, af því að ég var alltaf bara í fósbræðunum eitthvað og var með einhverja meinvillum það að maður ætti að leika einhvern annan en mann sjálfan, sko. En svo bara fattaði ég, sá ég ljósið, þetta er ekkert annað en einhvers konar útgáfa á sjálfum manni. Já. Og ef maður setur sjálfan sig ekki í leikinn, að þá er maður ekkert góður, sko. Nei. Og góður leikari er fyrst og fremst sá sem að er sterkur karakter og hefur lifað, búið sér til karakter. Já. Sko, eitt sem ég langar að spyrja ykkur, nú eru þeir báðir ungir að árum og glæsilegir. Ég velti fyrir mér, sko, eru þið núna búnir að finna Sigurinn baka myndalina, Jóngnar komin á þing, eru þið búin að finna ykkar hillu núna? Já, algjörlega. Nei, sko, hillu. Já, algjörlega. Já, það er bara... við erum búin að fylla okkar hillu. Ok, takk fyrir. Nei, sko, ég er náttúrulega með margar hillur, persónulega. Ég er líka tónlistarmaður og Bóndi. Bóndi. Fyrst og fremst. Og ég hef einhvern veginn náð, ég hef svo heppinn að reyna að halda, mér hefur tekist að halda þessum boltum öllum á lofti, sko. Mismikið í hvert sinn. Já. En já, við erum alveg búin að vera á réttri hillu í áratugi, sko. Já, algjörlega. Jón er búin að vera svona aðeins ákveða sig. Nei, Jón hefur alltaf verið nokkuð öruggur, sko, þó hann hafi farið í pólitík og orðið borgarstjóri og svo framvegis, þá hefur hann alltaf verið Jón, sko. Já. Og það meina kannski starfsvettvangur, sko. Já, það er eitthvað svoleið, sko. Já. En sko... Er leiklistin farin fyrir því? Nei, ég var nú bara að klára bara rétt Felix og Klara? Já, það var í forsetakosningunum og núna ertu á þingi. Já, en ég var að klára að leika í þáttum í sumar, sko. Bara í sumarfríinu minna á þingi þá leik ég í nýjum íslenskum sjónvarpsþáttum sem verða frekar stórt hlutverk sem verða sýndir, sko, á næsta ári. Þannig að, sko, mér finnst gaman að leika en ég byggi ekki hús mitt á því. Það er, sko, mér langar ekki að byggja mér hús á leiklist vegna þess að hún er góð í hófi, sko, en sko hún er líka hættuleg og því að leikari líka ákveðin hátt, sko, miðill sem er að ná sambandi og ég hef ekki hugmynd hvað raunveruleiki er, ég hef ekki hugmynd og sko hvað er sannleikur og hvað er raunveruleiki, ég hef ekki hugmynd það og sko og að vera leikari er einhvern veginn að taka það einhvern veginn ennþá lengra og leggja sjálfan sig að veði, þar að segja sko að einhvern veginn leyfa annarri persónu að taka sér bólfestu í líkamanna þínum og mér finnst þetta bara stundum bara scary og ég upplifði þetta mjög sterkt með Georg Bjarnfreðarsson, sko, að sko já, þetta er sko, þetta er ekki já, þetta er svona maður er alveg smá að daðra við geðveilu, sko, sko. Þannig að ég sko svona ég vil ekki einhvern veginn festa mig við leiklist hún var ákveðin bjargvættur fyrir mig, leiklistin hún frelsaði mig og hefur verið ein af undirstöðum mínum í lífinu, sko en mér finnst, sko pólitík mjög skemmtileg og ég get alveg hugsað mér að eyða, sko, restinni af starfsævi minni í pólitík og allt í lagi að hafa leiklist
sagt svona á hliðarlínunni en ég sé mig ekki einhvern veginn vera í leiklist ég svona bara í hófi Alltaf best í hói. Já. þetta er svona Fór að já, það. já, ekki einhvern veginn já, að svona sko, og svona hafa eitthvað mörg járn í eldinum, en svo veit maður aldrei hvað þetta líf ber í skauti sínu skiluru, maður á einhvern veginn bara fullt í fangi með skauti á sjálfum sér sko, og hérna þannig að bara svo bara gerist eitthvað skiluru og bara áttur von á þessu og þá getur maður sagt já, ég átti von á þessu. Ég reynda þessi spurning kemur mjög oft til mín. Þetta, áttu þið von á þessu? Eða þess að væri, ef eitthvað gengur vel, datt ykkur í huga að þetta er því svona mikilvægt og stórt og eitthvað jarðari. Ég, því miður, mér finnst skammarlegt næstu því að segja frá því, en ég á alltaf von á því. Já, ok. Að ég vinn samkvæmt eins og þú hefur stundum lýst mér að ég sé strategískur í hugsun hann er mjög strategískur og vinn samkvæmt einhverju sín já. og og ég hef aldrei einhvern veginn farið út í einhverju svona þetta verður ekkert. Skilurðu? En þá tökum eins og með tvíhöfða eða fóstbræður, hvað sem er. Við spyrjum alltaf spurningu bara, hvenær vissu þið væru kannski bara, að því aftur þú kannski ferði inn í eitthvað verkefni og veist að það verður success, en hvenær vissu þið bara, þetta er alvöru skrýmslið sem höldum á hérna? Já, ég held að ég hafi vitað þetta með fóstbræður þegar ég bað föður minn að hringja í bróður sinn sem að bjó í Árbænum. Og hann og konan hans hafði alltaf verið svona barómeter á hvað virkaði og hvað virkaði ekki. Þau voru þess að eina fyrstu áskrifundurum á stöð 2 og svona. Og ég bað pappa að hringja í bróður og spurði, það verður svona að horfa á þess að fóstbræður. Og og hvernig víst þér á? Og síðan hringdi pappi og sagði, þeim líst bara mjög vel á þetta. Ok, við erum búin að meika það. Þú veist, það var bara nákvæmlega það sem ég vildi bara fá staðfestingu. Já, ég hef ekki hugmyndu þó. Ég hef svona sko alltaf í lífinu þurft einhvern veginn að hafa annað fólk sem mælikvarða og nota Sigurjón mjög mikið sko, sem sagt, verðan þess að ég sjálfur ég einhvern veginn, ég hef bara ekki hugmynd sko. Ég veit ekkert. Og sko stundum til dæmis bara eitthvað sem ég hef gert sko, ég man varla eftir því þú veist, fólk að segja eitthvað við mig sko og og það er sem búið að koma tvisvar fyrir í dag sem sagt Netanyahu sem snill og það var algjör snill og ég veit ekkert hvað þetta er. Ég veit í hugmyndum hvað þetta er og ég þori stundum ekkert að viðurkenna það þá segir maður bara ég geri það bara alltaf sem sagt eitthvað svona ég man eftir því en og eins og ég segi eins og bara ég sko get ekki sagt nóg oft skilur sem sagt bara hugmyndir okkar einhvern veginn ég bara stóri efast allar hugmyndir okkar raunveruleika og tilveru og ég er alveg bara opinn fyrir hverju sem er sko og sko þannig að þetta komið mér alltaf gjörsamlega óvart það kom mér gjörsamlega óvart að fólk hefði gaman að nætuættinni það kom mér gjörsamlega óvart að fólk vildi kjósa besta flokkin það kom mér gjörsamlega óvart að það vakti athygli út fyrir landsteinana ég myndi ekki huga nokkuð maður hefði áhuga svo og ég er oft svona bara alveg hlessa og en þetta er samt bara maður veit ekkit svona gengur ekki allt upp sem maður gerir en þú veist þetta er bara svona stundum ef það gerir það þá hefur það ekki komið á en svo hefur í hin áttina hef ég kannski var fólk ekki að fíla þetta það kemur alveg fyrir sko en það bara enda væri það eitthvað skrítið annað væri eitthvað skrítið það er miðað við bara allt sem ég komið nálægt klart, tölum með honum það
Í sambandi við að menn var að móðgast yfir hinn að þessu og Ok, Það var- er þetta til að segja mig, hvað er þetta Netanyahu-dæmi? Er þetta til Þú að... sagðir þetta þú við herra sagðir hnetusmjör í Bannahlæja. Þú sagðir þetta við herra hnetusmjör í Bannahlæja, þættinum. Ok, bara Kallaði hann bara allt í hennu, bara Netanyahu. og ekkert meira. Og það var mjög fyndið. Það Það var mjög fyndið. ok. Líka alveg rosalega spontant að fyndið, Já, sko. það var Já, auðvitað ekkert að baka annað en það bara þetta alltaf Net- Netanyahu. Já. Smá grín. Einmitt, já. En Ok, hér- Þá erum við búin að segja hvað það Já. var. En sko, en í sambandi við það að fólk sé að móðgast og þetta hafi verið ákveðið déjà vu, sko, mér langaði að spyrja ykkur í sambandi við fóstbræður. já. Af því á sínum tíma, það var brautriðandi og þeir voru aðeins að færa línuna og annað og munið eftir einhverju atviki sem að kannski þið fengur sérstaklega á baukinn fyrir eða... Það var sko, já, sko, ok, það var nú reyndar ekki fósbrar það, en sko, Já, fyrst fengum við á baukinn, einmitt, Já. ef þú vilt tala um kúkin í lauginni, kannski. já, kúkunum í lauginni, Það fyrsta sinn sem við Já. fengum þessa tilfinningu að við værum að reyfa með einhverjum. Já. Það var þegar við vorum, ég held að þetta var bara fyrsti sketsin í dagsljósi sem við gerðum, 95. já, Það var sem sé saga um það hvað skal gera ef það einhver kúkar í sundlaug. það veit að syndir fram á mannaskýt sem flýtur svona, hvað Já. að gera, já. Hvað átt að gera, hvað er best að gera. Mhm. Og það var allt vittlust. Það var svaka hneyksli, mikið Já, hringt já. og bara hneykslast. Ok, og þetta var einhver svona barómeter á það, áhrif og já, þetta er eitthvað, fólk er að horfa á þetta greinlega. Já. Og svo var náttúrulega í fóstbræðrum ýmislegt sem að fólki misbauð. Já, ég man sérstaklega eftir þarna hvað á að gera við af. Já. Það voru mjög mörgum sem bara gjörsamlega misbauð þetta og svona og ég held líka þarna hugsa sér bara litli strákurinn minn byrjaður að ríða. Ég held að það fór líka. Já, og svona ýmislegt Já. sko. Hinir, svona Ég held að margir hafi sopi kveljur bara þeir sá þetta. en og svo býð ég nú eftir spurningunni sem ég fæ held ég svona Já. tvísvar eða þrísvar í viku. Hvað er með hana? Já. Væru þið að gera fóstbræður í dag? Já, hún er að neini. Mættu þið gera eitthvað? Já. Ég veit að þið eru að koma með það. Allt í lagi með það. Og ég er alveg til í að svara þeirri spurningu. Já. Því að ég, eins og bara með hvað á að gera við afa. Við stöndum, eða ég allavega, stend 100% við þann skets. Því að hann er ekkit annað en bara svona ákveð og bara hann er vel relevant í dag. Það er ennþá verið að vesenast með þetta hvað á að gera við gamla fólki þegar það getur ekki lengur sinnt sér heima og svo framvegis. Já, en grín má ekki vera meðandi. Sko. Nei, ég meina þetta er bara laust sem að fólk er að og grínast ennþá með og mér finnst þetta relevant skets mjög stoltur á honum. En þegar við tölum um það hvort að fóstbræður hefðu við gert sömu sketsana í dag eins og þá svarið er líklega nei, en það er ekki út af því að að mætti ekki heldur bara vegna þess að við erum aðrar manneskjur í dag heldur en við vorum þá. En ég held að við höfum húmor er náttúrulega bara snýst hvaðan hann kemur líka, skilur við, hvar er okkar hjartalag og jú, bara einhver staðar gengum við kannski of langt gagvart einhverjum skilur og særðum einhverja tilfinningu einhver staðar þú kannski og við þurftum alveg einhver tíman að skrifa einhver afsökun ég held að það hafi verið hafi verið svona kristilegt eins og Jesú sketsin já Bittu það fór fyrir brjóstið á einhverjum hann er komin aftur, Jesú Kristur svona með nýja plötu já. Eitthvað svona og þarna leynilögreglumæðurinn Jesú einmitt það fólk var eitthvað að láta það trufla sig það voru margir sem tóku allt eitthvað svona og það kom okkur svo óvart sko.
að því okkur finnst mjög vænt Jesú já. og mér er alltaf fundið skilur, ég menna, þú veist, maður gerir grín að því Ég sem meina, manni finnst Jesú vænt hefði hort á fóstbræður Já, haft mjög gaman þannig að veit að við erum hans menn og svona bara, Já. hérna. en sko en ég samt get ekki fundið eitthvað eitt sem ég eitthvað nei, ég myndi aldrei þú veist, ég myndi aldrei þú veist, ég held að við hefðum örgulega verið með einhver þroskari húmor vantarlega í dag eða eitthvað en Engin má skets ekkert í eitthvað? dag Já, er svona spurning sem ég get ekki svarað játandi, skilur ég held að við getum það má allt sem við viljum ég hef ekki fundið fyrir einhverju pressu eða kvöð að megi ekki ok í okkar, til dæmis þáttum í tvíhöfða og svo framvegis Já, ég held að við séum bara nokkuð góðir í því sjálfir að sensora sjálf okkur eða eitthvað já, og bara, þú veist, hver er hvatinn? Mhm. Hvað er málfrelsi líka í grunninn? Allt þetta tjáningafrelsi, málfrelsi ok, það er frábært ef ég getið bara sagt Heil Hitler, skilurðu? Þú veist, já, ég er svo frjáls þú veist vá, hvílít frelsi hvílít tjáningafrelsi ég verða að fá að segja Heil Hitler en sko það er svo mikið rétt hvað, býttu, ertu nasisti? Nei, þetta er málfrelsi þetta er málfrelsi hérna, sko ég bara yfka hérna málfrelsi en þú veist það er ekkit í mér sem langar að fara að sko. og fyrir vikið ég alveg frjáls ég er með sko tjáningafrelsi En Lengjan, hún byður okkur að setja spenn í leikinn og tippa þar. Lengjan er svolítið að velta því fyrir sig að þetta hvort að KFC að fara að falla. Já, við erum nú að velta þessu fyrir okkur undanfarna En ég get sagt þér það. Tveir leikir Ef menn vilja breyta 1 krónu í 2, þá setja þeir á KR á móti IBF, við erum á heimavelli. Já, Ég held að menn átti sig á því að það er að duga að drepast núna og Galdur er að fara að galdra eitthvað fram og svo í loka leiknum á móti Vestra úti. sé ég ekki annað í kortunum en að Aron Sig setja minnstakosti 1 mark eða Gauti hamran inn og við tökum þetta á móti þjálfaralausum Vestra mönnum. Já, Sigrún Ósk og Jón Þór Hauksson er ekki saman að þessi þjálfaralausir við erum þáttarins en það tekur hann tíma að setja mark sitt á hópinn og ég hugsa að hann hafi ekki tíma til þess að móti vel drilluðum drengjum Óskar Saps. Nei, það er svona vonandi að þetta drill fara að kikka inn einhvern tíma. Það eru svona lengju skilabóðin. En svo er það auðvitað Subway, nýbakar og ljúffengar kökur. Þær eru helviti góðar. Ég er snakkall, ég skal bara viðurkenna það. Já, ég er súkulegbita kökall, sko. Já, mér finnst gott að mylja stundum snakki út af bátinn. Já, stjörnumáltíð. Já, ég fer eiginlega alltaf í hana, sko. Já. Maður var svolítið í þegar maður var yngri að fara þarna á Stjörnutorgið sem var og hét og þá hafði maður ekki efnaði að fara í stjörnumáltíðina. Nei, en í dag hef ég eiginlega ekki efnaði að fara ekki í hana. Alltaf stöggur á stjörnumáltíð. Stjörnumáltíð, hægt að spyrja með þessu. Já, hægt að spyrja með þessu bara. Og svarið. Og svo er þetta hlaðna nachosið, það er nýtt. Wow. Ríkalega gott, Subway. Gekkjaður. David Jones, jólin koma snemmi í ár. Þau gera það nefnilega. Gingerbread og candy cane, nýjar jóladölur. Já. Ég hef ekki smakað, það er rosalegt, en svo eru þetta tíðindi. Býttu. Það er Choco Dates. Úff. Það er nýtt vörumerki sem var að lenda í er það svona Dubai chocolate eitthvað eða? Já, sko, það eru svo fylltar döðlur og húðar. Þannig að innan sem utan má finna góðgæti og svo og svo er rúsin í pilsvendarum svo að þetta er líka daðla, skilur. Þannig að þetta er alveg sjúkt dæmi, sko. Nei, þetta er trillt. Já, trúi því. Eitthvað sem að mér finnst ógeðslega fyndi núna, sko. Ég var eitthvað að hugsa daginn, sko, að það væri svona Agatha Christie, svona sakamála, svona klassísk Agatha Christie, þar sem Hercule Poirot er að leysa vandan á einhverju sveitasetri. Já. Sensat, og hérna sensat, ef það væri bara þannig hann myndi heita Helmut já, nema að allir væru nasistar sensat, og þeir væri alveg sama þann sem maður var dreppin og líka alveg sama hver drap að þú myndi trúa illu upp á alla allt nasistar og svo fór ég að hugsa svona eins og hérna Enid Blyton en það 4 fræknu sem eru svona krakkar sem að leysa vandan svona ef að þau var öll svona Hitlerjugend
sem sagt, væru svona hérna svona dugleg svona Hitlerjúgend krakkar og sko og þetta finnst mér fyndið sko og ég held að þetta þú veist, þetta eitthvað svona sem að ég flissa með sjálfum mér yfir sko og þú veist og þetta ekkert einhvern veginn breytt frá því sem var. Nei, ég held að bara þeir sem að tala hæst þetta megi ekkert segja, bara fyrirgeðu, segðu bara það sem sýnist. Hvað langar þið svona mikið að segja? Já, og svo það líka oft þannig, sko, að maður getur nota grín til að yfirstíga eða sigrast á einhver sem maður stendur stuggur af eða hræddur við. En með því að gera grín að því, þá er einhvern veginn að sigrast á því. Og sko þess vegna erum við alltaf að gera grín að autoriteti. Það mjög mikið tekið að gera grín að pappa. Við hittum systkin og tölum hvað pappi hallærislegur og hvað pappi sagði, skilur að því að sko þannig að sko og það líka bara og grín heldur ekkert bara eitthvað eitt. Grín bara svo margt. Þannig að sko einhvað svona þú veist, það líka bara kannski hlutfall afleiðingana skilurðu til dæmis með sumu bara hlutfall afleiðingana og Ricky Gervais hefur talað um þetta að þú nennir ekki bara að þú nennir ekki að díla við afleiðingarnar, skilur, en það ekki rangt í sjálfu sér, skilur mig. Þannig að og þannig að sko en þess vegna væri hugsanlega eitthvað sem við höfum kannski fóstbræður svona bara, ekki sleppa þessu, jú, gerða bara, eitthvað svona, ef maður nennir ekki kannski, sko já, og setja þá eitthvað svona nasista grín í staðinn Áðurinu kveður fóstbræður tökum 10 aðeins, Birgir, ég ætla að leyfa þér að gera það það langar mig bara rétt að minnast á minn uppáhaldslið í fóstbræðum, það persónulegi trúbadurinn það alveg frábært dæmi það var reynda cancel honum daginn gekk ekki mér finnst það bara hvað var það? Æ, nenni ekki, það var reyður það hann var ofbeldis Já. En sko geðveikur karakter en sko það var náttúrulega bara ofbeldismadur að syngja ofbeldi sitt og en þú veist en allt við að í rauninni að deila á þú veist, allt þetta við fórum líka, það var mjög mikill skets í fyrstu seríu sem menn voru að kenna sem sagt hvernig ætti að berja konuna sína án þess að sæist sko marblettir eða sliðis já og margir sem að og það var einmitt svona sem umröðu þáttur og ofbeldismenni fengur rosalega mikla samúð sko og aumingja þeir já þetta fór fyrir brjósti á mörgum en sjálfsögðu erum við bara þarna að spegla ákveðna orðræðu og meðvirkni með ofbeldisfólki. Það svo sko hérna með húmor að hann líka sko ég átti tekið sem dæmi, það var svona saga sem ég sagði stundum sko svona sem svona á sviði sem svona einhvern veislustjóri eða eitthvað að hérna sem sagt með hérna og ég man ég gerði þetta á einhverju ársfundi S.A.A. í Háskólabíó þá var ég að segja, þú veist, ég var átt að veltaði fyrir mér af hverju ákveða menn að gerast alkólistar en þetta eitthvað svo vonlaust hérna sem sagt, og ég get alveg skilið það þetta sé eitthvað svona sem freistandi og býr á Spáni, þú veist, það alltaf gott veður, áfengi kostar eiginlega ekki neitt og akkur ekki bara sitja niður á strönd og drekka og bara, þú veist, þetta ekkert opna neinn gluggaumslög eða neitt skilur og bara í góðum feeling en þetta svo glata á Íslandi af því að, þú veist, það alltaf kalt
og við erum að hæsta áfengisverði í heimi þetta eitthvað svo vonlaust hérna. Þannig að ég aldrei skilið Fárálega ákvörðu Já, af hverju fólk leggur þetta fyrir svo. Mér finnst stundur langa til þess að ganga upp á svona drykkjumanni sem ég séni í bæ og spurja hann hvað var það sem að fékk þig til þess að ákveða að verða drykkjumaður? Var þetta eitthvað svona fyrirmynd sem þú leist upp til eða var þetta þrýstingur frá jafnöldrum eða hvað var þetta? Og hérna, þetta er svona brandari, já, alltaf eftir þetta kemur einhver til mín og segir, ég langa að benda rautjón hérna, já, sko, menn ákveða þetta, það er enginn sem ákveður að verða alkoholisti. Er það ekki? Nei. Þetta er sjúkdómur, sko. Ok. Skilja, þetta er alltaf svona, sem sagt, sko, hérna, þannig að sko, sumt fólk, þetta með bara áttar sig ekki á því að þú ert að grínast. Af því það bara einlaglega heldur að þeir sé alvara og nær ekki brandaranum. Þannig að það er svolítið erfitt oft þegar þú ert að fara að ræða við fólk að þú heldur að það nái brandaranum svo bara gerir það ekki. Þannig að þá er þetta svo Já, og ég meina við erum bara að setja þetta í eitthvað absúrt samingi, ég meina bara eins og maður sem lætur þetta í hug að semja lög það hvað hann ætla að lemja þennan og hinn, skilur við. Þú veist, það er bara svona, mig langar að lemja þig Nei, og svo er þetta svo mikið tvískinningsháttur, skilur, bara eins og bókmennta arfurinn okkar sem sagt bara Egilssaga, ég meina þetta er bara ofbeldi, þetta er bara sturlaður ofbeldismadur og við erum að bara svona hálfdýrkan, skiluru og mikið kallmaður og höggva mann og annan og eitthvað svona, skiluru en síðan þegar þú ætlar að tala að skjóta afa, þá allt í nei, það má ekki en það má lesa Egil Skallagrímsson sem Spjaldan á milli sem bara er bara bann þegar hann er að fara að tala hvað hann langi til að drepa fólk og það finnst öllum og þetta þannig að þetta er svona líka ákveðin svona tvískinnungsháttur sko í sambandi við sko ofbeldisdýrkun okkar til dæmis Íslendinga, við viljum alltaf til dæmis tengja okkur og fór svo mikið við víkinga og sem sildu út og réðust á saklaust fólk skilur ég meina þetta er bara og hérna það er ekki mikill fótur fyrir þessu, ég meina hvað hafa fundist mörg sverð hér, fornminjar er ekki svona 5 og hérna á meðan í Nóri þau eru svo mörg að ég held að það hafi ekki tölu á þeim lengur sko. Það séu orðin 20.000 eitthvað sverð sem fundist það var í Nóri. Er það svoleiðis? Já. Svo bara 5 á Íslandi? Já, og svo bara eitthvað, þú veist, og hvað hafa fundist það hafa fundist 5 sverð. Þetta voru meira svona bókneyðri menn sem komu í Já, og bara hérna vildu bara þægilegt inn í ég meina, þú veist annað hægt en að vera inni. Nei, menn það eru 2 styttur, önnur Ingólfur Arnarsson hérna á Arnarhóli heyrðu, hann er hérna með öxi, sverð, hann er í hringabrynju með hjálm, skilur hver heldur að fara siglandi til Íslands svona klæddur, skilur það er ekkit hérna, hvað ætlar að höggva refi, eða þú veist hvað hérna og Leifur Eiríksson, sama með hann er með öxi og atgeir og með hjálm og allan pakkan, en þú veist það er mjög ólíklegt að þetta fólk hafi verið eitthvað að dubba sig upp í einhverjar brynjur en það hafa ekki fundist miklar minjar það hér en vissulega var þetta í Svíþjóð og Danmörku og svona og fólk kannski fór þangað og svona tók þátt í einhverju svona vikingastemningu þar sko en okkur langar og þeir meina það er ákveðin svona hvað maður að segja, svona karlmennsku dýrkun í íslenskri þjóðmenningu sko. Og svona að vera karlmannlegur og ég meina það var til dæmis talað það til dæmis, það var kallað til dæmis í okkar æsku sko, til dæmis að kýla einhvern annan á kjaftin, það var að heilsa sjómanna sér Nei, ég meina, þú veist það var alveg gríðarlega mikið ofbeldi í gamla daga og bara, ég ólst upp á Ísafirði það var bara slagsmál, horfði á slagsmál mjög oft að minnstakosti einu sinni í viku fyrir utan einhver böll eða bara út á götu líka við höfum aldrei kýlt mann við höfum alltaf verið bara skít
Hefur þú kýlt mann? Fittur við, þetta þurfum að fá hreint. Sko, ég er náttúrulega ég er alveg á Ísafjörð. Ok, varstu að segja, já, ok. Held ég Já, að já. hafi, sko, ég veit ekki kýlt, sko, en ég lendi í slagsmálum við hann Hemma. Ég sá að við vorum 9 ára, sko. Hemma Gunn? Nei, var annars Hemma. Það væri saga. Já, við Hemma, já, 9 ára. Já, ég var 9 ára. Ok, og þú veist, þetta ég er átti sem sagt að berja mig í spað. Já, Og hann var búinn að undirbúa mjög vel. Þetta er ómarktækt. Svo barði ég hann í spað. Já, Algjörlega mér á óvörum vegna þess að ég var miklu stærri en hann. Og hann fór grenjandi heim. Og ég var bara, wow, ég vissi ekki að vera já. Þú Nei. ert bara badd, segur Jón. Nei, ég er að meina bara Nei, ekki kýlt svona eitthvað. en sko, Nei, ég hef ekki til það maður frekar bara hlaupið og forða sér, sko. Þannig að og svona ofbeldi, skilur, bara er eitthvað sem að við höfum bara, okkur hefur staðið stuggur á og höfum óttast. Þannig að meira svona einhvern veginn að gera grín að ofbeldisdýrkun eða ofbeldistali vegna þess að, þú veist, það er mjög mikið. Og bara hefur oft verið í svona, okkar uppvexti og svona, oft í einhverju karlmennsku tali og svona. Já. Þannig að bara, já, Já. það er bara, já. Það er eitt sem ég langar að spyrja þig. Ég verða að vekja aðeins á þessum móla sem að Jón er að koma með sverðin. Já, 5 sverð á Þetta sé Íslandi. ekki meira en það, af því Já. við kennum okkur svo sterkt við vikingarna. Já, Já. nei, Já, ekki já, sverð. það er alveg augljóst, sko, fólkið sem að hinga komi upp að var miklu frekar bara vinnusamt fólk sem var bara, var ekki að rupla eða ræna fólk endilega, þú veist, kannski gerði það einhverju leiti, tók einhvern þátt í því, en það voru engir víkingaskip sem sigldu héðan einhvað út til Írlands til þess að ræna þar og sigla aftur til Íslands. Það var engin slík skip, þessi skip sem víkingar voru að sigla voru skip sem voru aðal í strandsiglingum, sko, enda döðu þau ekki út af siglingar, það voru bara svona belgir sem voru notaðir í það og þannig að þetta var miklu meira bara, og við fundið miklu meiri fornminjar bara fólk sem var að búa til verðmæti úr öllum fjandanum, sko. Og gera business og fara til Grænlands og ná í rostungstennur þar og fara með þær til Evrópu og selja það sem fílabein og gera bara það sem við höfum verið að gera alltaf tíð, gera eitthvað penning, gera eitthvað business og enda Við erum alltaf verið í svona frekar dýnamískt land, Já, ég sko, meina- upp á þetta að gera, við erum bara að reddum okkur. bara herlaus þjóð og höfum leist okkar ágreining bara með friðsarlegum hætti og auðvitað kom til átaka en þú lest þessa bardaga, það var þetta hérna á Íslandi þetta var alveg grjótkast ég lesi bara, fólk var bara Já. að því var ekkert með neitt annað bara hendandi grjóti Nóa grjótið. og og þú veist, ég held að þú með sá ekki ég man ekki hvort það eru 5 eða 10 sverð en ég held að engin skjöldur það fundið hérna Nei. þú veist, það var alveg hellingur eða eitthvað, það er ekkert víkingaskip sem er fundið, skilur, þetta er bara þetta er ekki Það fer að síða og setja nefndan hjá okkur. Ert þú að fara yfir heiðina, Sigurjón? Já. Sæl. Já. En ég ætla að reyna að halda vel á spöðunum. Ég á svo margar góða spurningar eftir, svo aðsendarspurningar eftir. Þetta er búið að vera veisla. Áðurinn ég kem að einnig spurningu sem er sameiginlega á það báða. Mér langar að spyrja Jón. Sorry, Sigurjón, ég fer aftur í pólitíkina. Já. Mér langar að spyrja Jón, sko... Sigurjón Ég hefur kemst aldrei heim. Nei, þú kemst aldrei heim. Sigurjón hefur lúmskaman Þessar hænur fá að lifa aðeins lengur. Ég er lúmskaman að þessari pólitík. Já. Okay. Finnst þú ennþá, við töluðum við þig fyrir fórstakostningarnar og einhvern veginn tala stundum, ég ætla bara að tala hreint út hérna eins og leggjum bara spilin á borðið leggjum bara spilin á borðið, þú veist að tala um að Jón Gnarr borgarstjóri en Dagur B var að gera allt Einmitt, þetta er ákveðið endatafl hérna þetta er endatafl, það er enda samt á leiðinni hérna heldur þú náir einhvern veginn að losa þig við grínista stimpilina, því að núna ertu komin í þú ert bara orðin þingmaður og þú ert bara í stjórna meirhluta, eða kannski viltu bara hafa stimpilina á þér? Já, mér finnst fínt að hafa hann á mér og hann veitir mér ákveðið tækifæri og mér finnst bara vænt það og líka bara ég er voða svona sáttur við það, þú veist, ég er bara það sem ég er, skilur, og með kostum og göllum og
og svona, þú veist, eins og fólk að tala mig og segja, þú veist, að ég sé drúður eða eitthvað svona og hérna en mér finnst líka bara það einhvern veginn ég komin fram úr því að því að það bara miklu meira fólki sem áttar sig á því að það ekki þannig að ef þú ert að halda því fram skiluru þá ertu bara held ég að flestra mati bara illa upplýstur eða gengur eitthvað til eða eitthvað sko. En það líka sko, það alveg fordæmi fyrir því að listamenn sé á þingi, menna Guðrún Helgadóttir var þingkona mörg kjörtímabil og bara mjög farsæl sem slík og var líka farsælast í barnabókahöfundur landsins og hérna og Jóni bara hefur það komin ákveðin hefð fyrir því að hann fer ótróðna slóðir og hérna, þannig að hann bara á mjög góðum stað en þá langar maður að spyrja ykkur sorry, nei, sko, bara hérna, sko já, bara mér finnst, sko margir bara mín svona kannski helsta inspirasjón sko fyrir pólitík var kannski Arnold Schwarzenegger sko og mér fannst þetta svo brilljant og mér alltaf fundist Arnold Schwarzenegger æðislegur. Ég finnst mér leiðilegt að hann megi ekki verða forseti í Bandaríkjana af því að hann frá Austuríki. Má hann þá ekki vera forseti? Nei, hann má ekki hann mátti alveg vera ríkisstjóri í Kaliforníu stórkostlegur maður. Nei, ég meina þetta bara sko alveg einstakur maður og hann var náttúrulega fyllt mér alveg frá blautu barsbeini og sko og þegar hann fer í pólitík og verður fylkistjóri mér finnst þetta bara algjörlega brilljant sko og hérna sko og ég meina Churchill var sko fekk Nóbelsverðlaun í bókmyndaverðlaun Nóbels hann var rithöfundur náttúrulega kannski dálítið pólitískar bækur sem hann skrifaði en skiptir ekki máli þetta var svona sögu, þetta var dálítið saga svona hann var mjög sagnfróður og hérna sko þannig að það fer alveg saman sko en hérna veitu hver var aftur spurningin? Ég ætla bara að spyrja spurningu þeir eru búin að þekkast frá 86 og hlustendur vilja vita við fengum margar svona spurningar Nóvember þeir eru búin að vera eins og vel smurð vél frá 1986 sko, nú hefur við leifurunni saman í 5 ár sko, þeir eru búin að vera saman í hvað er 40 ár að vera 40 ár verða 40 ár, sko vinnuframlag og annað sambandi ykkar hafið þið farið að rífast? Já, við gerðum það mikið til að byrja með í okkar samstarfi. Já. Ótrúlega, ég tek það bara meira og minna á mig, sko, ég var ótrúlega leiðilegur gaur. Hann gat verið, Aldrei einstrengislegur. Já. Mér fannst líka, sko, mér fannst gaman, sko, þegar sá gállin var á sigur, hann fannst mér gaman að stríða honum. Sem sagt að svona og það var skiluru og stundum var ég að dunda við þetta dögum saman og mér var alltaf fundist mjög gaman að stríða Sigurjóni með einhverjum orðum og ég man eftir brandara sem að ég var lengi að vinna í sem að það var lag sem að var stundum spila sem var Father of mine, tell me where have you been eitthvað svona, það var eitthvað playlista og ég var stundum svona í stúdíóinu og svona þegar var að spila eitthvað lög og var auglýsingatími og mikið að syngja með Father of mine, tell me where have you been og eitthvað svona og þetta tók mér, þetta var nokkur dag og svo sagði hann þú ert alltaf að syngja þetta lag og þetta er bara flott lag sagði en þú veist, þetta er Father of mine, þetta er ekki Father of mine, þú syngur alltaf Father og ég sagði, bara borið þannig fram nei, það er ekki borið þannig fram þetta er bara Father of það er bara fjöður, hann er ekki að syngja fjöður þetta var þetta var svona hluti af okkar dýnamík
að vera tuðandi eins og gamlar kettlingar. Já, en þetta var sko off-air, sko. Þetta var ekki einu sinni. Já, þetta var bara, var líka offer, já. Off hérna, og on. en En sko... þetta er ekki alvarlegt. Nei, en það var svona, þú veist, ég kannski... Ég upplýði Jón sem algjörlega lús kannún á tímabilið þegar við vorum bara að fara eitthvað, svona stefna ykkur hérna og svo bara verður Jón bara mætti, einhvern tíma vorum við að halda fund um seríu 2 á Fossbræðrum, sko. Og ég sótt hann heim til sín og hann gleymdi að fara í skó. Hann var á sokkunum. Já. Nei, ég held að fólk, sko... Nei, en ég menna... Og ég, hvað það? Og eitthvað svona. En hérna, já, þannig að við og það var alveg tímabil, sko, að því að við höfum alveg gengið gegnum ýmislegt. Já. Og saman og í sitt hvoru lagi og hérna, og tímabil þar sem við sko, Jón hætti. Og hérna, við tölumst ekki við í heilt ár. Já, sem ég saði síðan að það væri ánægilegasta tímabili okkar samstarfi. Það saði ég við, en þá, sem sagt, einmitt, og þá leiðrétti hann það, sem sagt, já. Já, akkurat á þeim tíma. Þá vorum við svona ekki sáttir, sko. En hérna, en þetta var bara, það var bara persónulegt hjá Jóni, hann var að gera upp alls konar mál og vissinast og hérna og bara við vorum einhvern veginn ekki að mattsa svo bara komum við saman aftur og hérna Já, við hérna erum náttúrulega búin að súpa svo margar fjörur, sko. Það er bara hérna, þannig að sko og þetta líka sko á tímabili vorum við svo helviti giftir hvorum öðrum, sko, að við vorum með þætti á hverjum degi Já. Og í rauninni vorum við háðir hvorum öðrum bara afkomulega og svo framvegis. Það var rosalegt frelsi að losna undan því. Þannig að við gátum báðir haft svona kreatíft energi að gera það sem við vildum gera í hvort í sínu lagi og koma svo saman sem unit. Svona kannski sidekicki eða eitthvað slíkt eða? Hvað segirðu? Ég er að segja að þú veist að það kannski væri ekki aðal vinnan ykkar að þið væri tveir. Já, algjörlega. En við erum þetta meira hobby. Já, en sko Sigurjón hefur alltaf haft meira svona einhverja langtíma sín og líka verið meðvitaður hvaðan við erum að koma. En ég veit það aldrei. Ég veit ekkert hvaðan ég er að koma eða hvert ég er að fara af því að allt í hennu sé ég eitthvað, hei, förum þarna. Skilurðu og sko og meira að segja þessi frávik sem hafa orðið hjá okkur þá sigur hann alltaf haldið þessari stefnu og sem sagt sko þannig að sko við höfum svona svona yin og yang svolítið bara vegið hvort annan og ég oft sagt líka og við höfum talað um það að konsept þáttarins gengur út á það að ég reyna að halda dagskrá og hann truflar það. Ég meina það er, nákvæmlega, það er bara svolítið... Við ætlum að tala hérna, halda þræði og hann fer alltaf út af þræðinum. Ég er alveg að tengja og áður en að við erum áður en við vitum að þá erum við búin með 90 mínútur. Einmitt. Og það er líka þannig sem við hérna struktúrum kvöldin okkar, sko, eins og núna erum við að fara í háskólabíó ég ætla að plaka 3. desember næstkomandi og þá verður svona jóla heldur betur, tix.is miðasala og það er í mitt alltaf dálítið kvöldi, við ætlum að vera hérna með ákveðna dagskrá Nei, og það er ekki einu sinni skilur, það er ekki einu sinni tilbúningur, það er ekki það er bara líka sko, ég er mikið stemningsmaður og minnst gaman sko af svona stemningu þegar fólk er saman komið og svona hátíðlegt og svona og það er oft bara eitthvað sem að hrífur mig bara í augnablikinu sko og hérna þannig að sko og ég meira svona kannski hvað maður að segja, meiri svona ánægja af því að vera á sviði heldur en Sigurjón sko svona Sigurjón meira kannski svona hérna hefur svona ákveði verkefni og er að svona
en sko ákveðnum aðstæðum og sviði líður mér alveg ofbóðslega vel sko, og þá þegar manni líður vel þá þetta með heyrðu, það var Það eitthvað minnir mig ég átti einu sinni svona peysu sko, sem einhver í skiluru og en þannig að sko ég svona sko það einmitt gaman að þessu já, sko, hann búinn að taka 3. fyrsta desember. plöggið sem 3. desember á text.is háskólabíó, já. ég held að við mætum bara sem það leifur, ég held að það var heil gaman, ég sá líka að það verið að gefa þetta 9, þetta undir 10 skallinum sko. Já. En þetta skemmtun að andvirði, það var einhvers að rekna, þetta skemmtun að andvirði 16.800 eða eitthvað, þannig að þú ert í raunin að spara þarna bara sléttan 5.000 kall. Það er hinn eiginlega jólagjöf Og það sko, já, þú græðir sem sagt miðað við það, kostar 9.900 og eitthvað en það kost, andvirði 6.500, þannig að þú ert að spara þarna 5.800 krónur sem gróði sem mikill gróði og fara að hlæja á meðan sko. Svo annar plögg sem náttúrulega, þessi menn eru hvergi næri hættir, þeir eru náttúrulega líka á talhafasötunni svo fólk veit, fyrir þá sem vita ekki þegar að fara í áskrift núna, það eru 4 þættir í mánuði Mér langar að gefa einu manni loft sem að við þekkjum báður, það er Auðun Bragi sem að hefur nú reynst ykkur ansi vel eða eitthvað Já, hann hefur gert það hefur pródúserað þessa þætti með okkur ásamt honum Júlían Hafstein Já. Og og þetta er gríðarlega fínt að vera þarna á tal sko Útvarp eða podcast? Þetta er náttúrulega podcast sko Nei, ég er að spyrja ykkur, þú veist, þegar við erum með útvarpsþætti og núna erum við með podcast, hvað er skemmtilega? Sko, við vorum semst á tímabili bæði í útvarpi semst á X-inu og síðan á tal og ég verð að segja, mér finnst sko, þetta er líklega skona fullkomnasta leiðin einhvern veginn, þannig höfum við okkar svæði sko á ykkar tíma og við erum svona stundum með að hluta þáttanis opinn og svo lokum við og það er þetta gaman að vinna með það þannig að sko að að sem sagt geta sagt eitthvað ákveðið þegar að búa að loka klókir klókir jú við erum að byrja með það sko því að við söknum pínulítið opna klukkans sem var einmitt á X-inu þeir voru þar mér finnst sko bæði svona kosti og galla sko ég átt líka að spyrja hvort er skemmtilegra fóstbræður eða tvíhöði mér finnst það bara bæði betra sko það er náttúrulega ákveð svona börs sem kom á sínum tíma þegar við erum talsveit yngri fyrir þetta 20-30 árum og við verðum þess að 30 ára á næsta ári sko það er 30 ár, þá fórum við í morgun þátt að dæmið allt saman og og það var vissulega ákveðið börs að vera live á hverjum morgni og og taka símtöl og gera alls konar vilsu og frábær skóli fyrir okkur og í raunin að búa til þetta leikhús, þetta útvarpsleikhús á hverjum degi sko sem er í raunin kannski barómeter eða þú veist það má eiginlega segja að þessi módeli af því sem er gott hlaðvarp í dag að sko búa til einhvers svona heim í kringu sig það voru, þú veist, tæknimennir okkar voru mikið notaðir sem einhvers konar hluti af starfseminni skiljiði, við misnotuðum mjög mikið af fólki í kringum okkur eins og Hansa og fyrir vikið þá upplifðu sko hlustendur að þeir væru að hlusta á einhverja búblu, þú veist, einhverja bara report from the bunker, skiljiði mig einmitt og við gátum og það var gaman að kommentera á hlutina sem voru að gerast skiljiði þetta sem við sáum Playhouse eitthvað og fara á vettvang og það var spennu útvarp á tímabili sko. Ég verð að spyrja ykkur, bara eins og með smásaluna ég var með 3 menn svona offit sjúklingur sem borðaði 3 poka eplum, hvert að suðu mamma mín
Svo náttúrulega Adrian Nidelson sem er ekki smásalinn að geðveikt dæmi þetta hvað fyrir mikill undirbúningur þetta í okkur? Engin. Þetta þú bara hringir í Jón og bara flippaði? Já, sko, þetta var nú mikill undirbúningur. Eins og þegar hún nefnir Adrian Nidelson, þá þetta bara skrifuð Já, það er framhaldsleikrit, sko. En sko, við vorum samt komnir alveg í þá rútínu að á tímabili að við vorum jafnvel með 4 tíma þátt á dag að við náðum að taka eitthvað upp svona eftir þáttinn af einhverju sem áttu að vera daginn eftir en annars var þetta pínu við bara hittumst hálftíma fyrir útsendingu og bara skrifa hvað við hafa topic klukkan 11 hvað ætlum að tala þá skilur og en þetta smásál þetta þá var það bara dálítið ákveðið on the fly þú veist, hvað er að við smá offiti sjúklingur sem ringir inn og borða mikið eplum eða eitthvað svona grill sem veist, einhver að grilla við vorum með hotn sko, sem að þeirra smá grillhotnið sko, sem átt að vera svona með eitthvað grill sem okkur líka alltaf fyndist og fyndi þetta grilldæmi allt saman en smásalinn upprunalega hugmyndin með henni var sem sagt, það var að fá fólk að hringja inn með ekkert það var einhvern veginn það var mjög mikið bara í dægum og svo fólk að hringja inn til að tjá sig ekki neitt og líka segja frá einhverju þau fórum saman hjónin fórum með vinnustaðferð fórum með Íslendingum fórum til Kaupmannahafnar og vorum hann í Kaupmannahafn og svo förum við þarna og verum hann í Tívolíinu og þá fattaði konan og hún var búin að tína veskinu, við vorum ekki með veski en það kom hún reyndar seinna í ljós hún hafði gleymt upp á hóteli og ég hafði ekki aðtugað það þannig að við vorum þarna voru góð rátíð og við stóðum bara þarna eins og bjánar og þá koma þarna hjón til okkar og og maðurinn segir býtu, eru þið ekki Íslendingar og við segjum, þá voru þetta Íslendingar þarna bara í Tívolí og við, já, þannig að þau hafa aðstofað ykkur, já, við sögðum við erum peningarlaus, við bara, þannig að þau letu okkur bara, þetta voru hjón þarna frá Selfossi, voða eindal hjón, og og það konan reyndar skildeim, fjarskildeim, það, eitthvað svona, bara eitthvað svona, þetta, svo var þetta alltaf svona áhugaverðara og svona grill en fyrir mér að hringja svona inn, það hefur alltaf kitlað mig einhvern veginn að annarkvort að reyna að sprengja Sigurjón sem fá hann til að hlæja hann heldur alltaf kúluna það er alveg magnað, það er reynda nokkrum sinnum. Ég reyndar alveg sprungið, en þá held ég mér utan mikrofóns. En það kemur það er stundum þá heyrist. Þá er ég farin að gráta. En þá... En svo er einn karakter sem svæfir mig og það er hann yfirkennarinn. Já. Ég fæ oft svona... ég hef hann reyndar sterklega grunnaðan Ertu að tala kennara sem var svo heitt að nynni þegar hann kynna starffræði og eitthvað? Já. Hann hittna svo í hamsi, starffræði, en hann fór aðeins að klæða sig úr og svona. Og fór sér 1 eða 3 bjóða. Einn ískaldan bara. Og hann er svona borderline gaur sem er búin að fylgja okkur alla tíð, og einhvern veginn það eru rosa margir yfirkennarar í raunveruleikanum til þeir eru rosa margir núna til dæmis í þessu þvert á flokka þar er alveg mjög margir yfirkennarar mættir það er bara þetta kerfi er náttúrulega bara svo
fucked up, sko. Já, hérna Ég meina fasistar hérna út. fasistar, hérna sko, þannig að það hefur náttúrulega oft verið mjög langar innkomur, sko. Já, það hafa stundum verið alveg upp undir klukkutíma. Síðan eru karakterar, skilur, sem hafa komið svona upp eins og umferðareinar, sko. Já. Skilur, en svo var það bara líka fannst mér líka bara búið, sko. Þetta var brandari sem búið að segja og að búið að gera allar mögulegar útgáfur af þessu, sko. En svo er þetta frumeri. Allir með 0 í endastaf. Já, það er komið á nullinu með Já. Tic-tac. Það er deyfa sig skoðurinn frumera. Sækja kaffibóllan sinn. Hann fylgir frýtt með. Vantar eitthvað bílpróf, frumeri. Já, beint í frumera. Og kemi. Við þurfum auðvitað að velja kemi vöru vikunar. Núna er veturinn að koma, maður finnir það þegar maður fyrir bílunum á Já, maður já, komið inn í já. 3-4 gráður og þreytt, sko. Þannig að ég hugsa kemi vara vikunar sé hanskar, Wonder Grip, Terra Touch. Wow. Sko, góður í þetta, myndi einhver segja þetta væri garðhanskar, en ég myndi segja þetta væri bara að gefa gott grip á stýrið á köldum haust, Já, ég held sem bara gott í allt, sko. 990 krónur, hemmi bara gefa, hann hugsaði bara að ég slengi sundi já. 1000 kallin. Fuck it, ég gera það bara, ég tapa á þessu bara. Þetta var smá fuck it, ég hendi svo bara undir 1000 kallin. Fuck it, maður. Þannig að við kunnum honum bestu þakki fyrir það og að lokum Eagle golfferðis. Já. Núna í svartnættinu sem er að bresta á. Já, ég veit að það var náttúrulega einhverjar örgla hreyfingar hjá þeim eftir að playerarnir, okkar bestu vinnir, lögðu upp leipana. En ég veit að þeir eru búin að vinna í dag og nótt að aðlaga ferðina sínuna því að þið, kæra hlustendur, fáið ykkar bestu ferðir og veitum einn góða mann sem er núna í Beleg í Tyrklandi, Gísli Kristins, þinn maður. Já, Stúkan Hristins. Stúkan Hristins, hann er þar í boði Eagle golfferða. Já, og það er annað með að ferðast með ferðaskipstofum. Ef að eitthvað kemur upp á, saman ber að flugfélag fara á hausinn. Þeir kofur þig. Þá græja þeir þig bara. Þú Já. varst ekkert að bara. Ég var nú sjálfur að ferðast þarna. Emmett, Svipum tíma á, var ekki á vegum Eagle golfferða. you're on your own. Brendi mig á því. Já. Þurfti að millilenda og svo taðistu þetta millilendingarflugið og ég var fastur strandaglópur og ég veit ekki hvað og ég hugsaði bara Með ykkur 4 börn hverju með er þér ég þarna ekki já, með Eagle golfferð núna. já, Þar nákvæmlega. klikkaði ég. Já, klikkaði þar. Gera ekki eftir. En þið tóku skjöld Íslands um daginn, mér fannst það geðvikt. Já, einmitt, það var reyfikennarinn Já. sem var Já. komin í skjöld Ísland. Já. Og komin í Það var ekki komið peysunar þetta. Já, það var ekki komið með bein. Það er ekki komið peysunar, sko. En hann er umdeildur, hann er alltaf umdeildur. Það er sumir sem geta ekki yfirkennarinn, sko. Nei, Það nei. er alltaf, við fáum alltaf reglulega, hvað er við að eyða tíma í þennan yfirkennara? Já. Nei, hérna Mér finnst hann alltaf mikilvægur, sko. Já, hann er hérna, en stundum er hann líka svona kannski svolítið Ég er ánægð stundum á fyrirsjáanlegur. síðustu árum Já. með sko mannin frá Búðardal, hérna mannin sem er að kynna menningarnótt á Búðardal. Já, Já, Alltaf, og segja hvað verður í boði. já, það er Það er menning á pulsur. fleiri stöðum en bara í 101, sko. Það eru pulsur og það á að sína hérna nýja herbergið á heilsugæslunni. Já, nýtt móttökuherbyggi. Móttökuherbergið. Hérna, já, þetta er hérna, já, þetta er svona orðið fastur liður hjá okkur og svo var fréttaritinn í Eyjum líka alltaf. Það verður svona, en einhvern tíma svona sko- lattasýning. Já, þetta verður það. En sko, Kemur í umferðar einar Já. en svo var þetta líka svo mikið tímanaták líka, sko, og gamli strákurinn. gamli strák, já. Hérna, Tímanaták, hvað segirðu? sko, eins og með, til dæmis eins og fréttareitarinn í Eyjum, Já. sko, þetta var ákveðin stemning og fólk átt til dæmis eins og með hérna Eyjalagið okkar, sko, Sem að átti nú aldrei að negla þig í fyrra sumar. Jú, Stefán já, Einar. en þú veist, þetta var sami í rauninni á sínum tíma, þetta var lag sem við gerum í rauninni beint upp sem ansvar við aðgerðaleysi Einmitt. að fólk, það var bara skilabóðin þá þeim tíma að fólk ætti bara að passa sig og það var brýna fyrir öllum að passa sig Bara þið eru og komin bara til að vona skemmta að sem sagt, vonandi að engin nöðgri. já, vona að þetta gerist ekki og eitthvað svona, það áttu semst ekki gera neitt og allir áttu bara að halda hún að passa sig og hérna, þannig að þetta var sami einhvern veginn í þeim andarskilur sem kaltæðinni eitthvað svona ádeila á þetta, sko. En síðan breyttist þetta bara. Nei, hann reyndi. Já, en síðan breyttist þetta bara Já. og þannig að
þannig að sko fréttaritarinn í Eyjum, hann er líka hann er orðinn- tímanna tá, já. hann er ekkert einhvern veginn Nei, sem sagt sko Þetta er ekki jafn miklir dónakallar lengur. Nei, við vorum voða mikill með sko sko annað svona sem við vorum með sko var rockhotnið, það sem að ég var að segja búa til einhverja sögur, einhverja tónlistamann og hljómsveita og eitthvað svona og fólk, náttúrulega það sem var fyndi við þetta var að svona fólk trúði þessu sko en síðan fattaði fólk að þetta var ekki satt og þá mistum við áhugan á þessu þannig að það er svona þannig að sko já, þetta er bara svona hefur verið svo voru náttúrulega voða mikið á tíðanbili að hringja Jú. þá vorum við að hringja Grín. gera grín eða ekki, bara hringja eitthvað, tala við einhvern já, góð það, við erum að hringja bara svona Mjög gott að tala við Ástralíu, snemma á mótnana. já, Það getur maður spurt á hvernig var dagurinn. Já, einmitt. Það er kvöld hjá þeim. Já. Og fór staðfestingu, sko. og alltaf tekið vel hringdum Vel í að í það. japanska Jú. mannin þarna, héldum honum á snakki tímunum saman sko og hringi svona customer service í fyrirtækjum í útlöndum En þrugglandi núna og í þvaðrandi rauninni má segja sko, að þættinni séu, það er stundum smásál sko, en Já. að mestu er þetta svona flæði sem að sko, bara myndast þegar ég og Jón hittumst og setjumst niður og förum að tala saman. já, Það er í rauninni þáttur. svo höfum við nú oft bara svona takmarkaðan tíma Jú. já, þú veist, það er bara þetta er svona fókuserað hjá okkur sko Já. þú veist, annar á Alþingi og hinn út á landi skilur Og þá einmitt, þetta er akkurat svona dýrmætar samverustundir. já, Það er einu sinni í viku. Já. þannig að Og leifum fólki að verða vitna því. Já. já, Er ekki bara síðasta liðurinn? Gjaldi. Já, gegn vægugjald. já, En jú, það er komið að síðasta liðurum, Birgir. Já. Það er rittarspurningarnar í blandi almennar og ég ætla að leyfa Ingimar Bjarna að ríða væð og þessi til Sigurjóns. Af hverju hétt morðinginn í hamlæginu Ingimar, spyr Ingimar. Já. Hann hefur áhuga, heldur hann að það sé út af honum. Nei, ég veit ekki. Hann velti því fyrir sér, sko. Kannski er það sár hann. já. Er þetta Ingimar Elíasson? Nei. Ég veit það ekki. Nei. En hérna, nei, af hverju? Þetta varð nú bara til á milli okkar Óttarsprófið og þetta bara rýmaði mjög vel við þar sem við vorum í textanum og nafnið bara stikkaði við, sko. Já. Þetta var bara gott og rétt nógu mörg atkvæði, sko. Já. Ingimar Já, fyrir lagið, sko. Já. Sigur Bragi spyr til Jóns, fáum við nýja seríu af borgarstjórunum? Það var góð sería. Já, það var góð. Einmitt, það er sko líklega svona besta sería með mér sem enginn hefur séð. Nei, ég á ekki von á því að það verði ný sería því, en þú veist, það gæti hugsanlega einhvern tímann komið eitthvað svona alþingissería, sko. Já. Af því að nú hef ég sko kynst því svolítið af eigin raun, sko. Þannig að ég held það að er skemmtilegt. Já, ég held að það gæti verið gaman, sko, og svona, mér finnst mjög gaman sjálfum að svona pólitísku dramaseríum, sko. Já, einmitt. Já. Kvöldstund með Jóni Gnarr í Borgarleikhúsinu, mun það aldrei snúa aftur, spyr Orri Sigurður. Jú, sko, ég er alltaf að svona safna nýjum sögum, sko, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og svona. Mér fannst þetta rosa gaman og gaman að svona segja þessar sögur. Jú, það er alveg. Skoða það. Guðmundur Halldór, markastjóri Sýnar, hann spyr til eitthvað beggja. 5. serían af Fótboltabröðum kom út árið 2001. Er ekki komið tími á seríu 6? Vá. Þetta er sko... Þetta er nú maðurinn til að spyrja það. Þetta er meira en rittara. Ég meina þetta, já, ok. Rittara, já.
Sko, þetta hefur, sko, það var oft komið upp þessar pælingar með einhvers konar reunion á fóstbræðum og við gerðum alveg reunion á fóstbræðum í Skaupinu 2016 held ég. Já. En hérna, og einhvern tímann ætluðum við að gera eitthvað sviðsdæmi, sko. Já. Og, það var nú ekki komið svona bein spurning frá hérna að gera seríu, sko, ég veit það ekki. Nei, ég hérna Veitu, er þetta markaðstjóri sína sem spyr? Já, en ég menna væri það einhvern tækifæri til að gera svona nasista? Það væri gæti verið. Það er bara svona Allir nasistar í öllum sketsum. Þetta hefur ekki mamma nasisti og bara mamma hvað mamma er nasisti. Gauti Magnar spyr getur við fengið gubba mamma er nasisti hvað er mamma? Það eru strax byrjað að skrifa segja þér svolítið með hann mömmu þín ekki gamla eimskipsmörk framkoma þetta við erum bara nokkri nasistar að hittast glaðan komið fullt af sketsi segðu Guðmundi að við séum on Gauti Magnar spyr getur við fengið gubba gleði og sleikir hamstur aftur á Spotify, takk. Þetta er til mér eitt Akkur er að vera að spyrja okkur svona tæknilega Ég meina þið eru að baka við þetta. Já. Ég var að komast að því daginn Sigurinn var að segja mér það við hefum gefið út svona samplötu. Já, við gáum út samplötu. Við hefum gefið út 5 diska. Gumbagleði er mitt svona semi-samplata, það var 2-faldur, sko. Býttu Miss My Bitch, er það inn í því það? Já, sko, nei, Miss My Bitch er á Sleikir Hamstur. Já, sem kom á 2001. Nei, 2000. Sko, við gerðum þetta var, sem sagt, við vorum með svona run, þar sem við vorum alltaf á hverjum degi í einhver 5 ár og alltaf í lok fyrir jólin, sem sagt, á hverju ári, þá kom út sko best of árið, sko, sem voru, sem sagt, í formi geisladiska. Þetta var alveg skemmtilegt og hérna, og við erum mjög stoltur af þessum diskum og svo 2009 held ég við gefið út hana Gubbagleði. Jú. Og býtu af hverju hann að spyrja að koma þess inn á Spotify. Þetta er ekki Spotify er bara djöfullin sjálf. Já, ég veit ekkert þetta og mér er alveg sama. Jú, örugglega reynum að koma þessu inn á Spotify eða eitthvað. Ég veit sko, Sigurjón talaði á honum að þeir reyna að loka og opna þáttunum þannig að fólk næli sér í áskrift. Sveinn Þráinn spyr Þetta er aðsættaspurningar, ég les það bara eins og þeir eru. Sáu þið árangur í áskriftasölu þegar þið gerðu opnið þættin eitthvað vísvitandi leiðilega? Spyr Sveinn Þráinn. Já. Það var rosa gott. Þá vorum við með þetta konsept að gera sérstaklega leiðilega þætti vegna sem voru opnir og ókeypis. Já. Og tala eitthvað leiðilegt henda perlum fyrir svín og svona stoppa hvern annan ef við vorum farin að vera á áhugaverðu skemmtileg nú er þetta farið að vera aðeins og skemmtileg já, fyrirgefum, það var bara höldum sér leiðilegu og bara óáhugavert næsti þáttu verður herðatrí og herðatrí og XM ég bara, það er mitt þetta, við fundum það sko þetta voru hann að setja svara spurningunni Signý Ósk sem er bara við sýstu mín og hjálpaði mér heldur betur með handriti í þessu þætti Signý, elska þig kær hlustönd spyr hvernig gengur í undirbúningsferlinu við gerð heimildaþáttana Sigurjón Bónda það sem þú býrð á Selfossi. Þetta skilur, ég skil ekki á hverju Selfoss Motion Pictures ekki með Moving Pictures ekki Selfoss Moving Pictures ég held ég verði bara að hafa þetta sem undirtitil S800 Selfoss Moving Pictures Nei og bara svona hvernig gengur það silúetta af nýja miðbænum Selfoss það er frátekið en þú getur samið eitthvað já, örugglega sko ég það gengur ekki neitt við erum ekkert byrjaðir á þessu sko nei, en það má skoða þetta já,
Já. ég er með hugmyndir Já. Já, ég frábært. sko Clarkson Farm sko ég horfði á var ekki, það er einhverja seríur ég horfði á fyrst seríuna svo Já, fannst mér þetta, hann var Skemmtileg. búin að finna þarna skrýtna bóndan, Sigurjón er bara hann er allur í öllu, þarna, hann er að hitta hann er í öllum bóndafélögunum já, þarna. ég er sérst í Hann er búnaðafélagi í Sandvíkur Auðvitað. Reps. hann er í búnaðafélagin, hann mætir á fundi Já. Reyndar ekki, en þú veist, ég var tekin inn í þetta, Já. ég er ekki ennþá mætt á fund, en ég mun mætt á fund, alveg definit. En ég var tekin í þetta bara daginn, með lóaklappi, Er það ekki? sögðuðu mér, sko. pældi og bara Já, þú varst ekki á Ég var ekki þetta er bara, þetta eru sko já, En þetta er mjög gaman og hérna, hann er stundum að segja svona bóndasögur og ég sko að þetta er bara heil þáttur hann er þetta Já. bara komin með þátt þú þarft Já. ekki einu svona að gera neitt skilu. Nei. Einn nafnlisritari spyr hérna, Jóngnar, þú vildi setja skikkjur og hárkollur á þingmenn, þú þetta skammaði fyrir þinn klæðaburð á þingi. Var þér alvara með þessu? Nei sko nei, það sem ég var bara að segja með þessu var sko að þú veist, ef að vera reglur þá þurfa það að vera skýrar það má ekki bara vera matsatriði hvers og eins Þannig að mást aðeins að skjóta á það að vera að gera grína þér að þú veist í gallabúsum. þá, ég var ámyndur fyrir það Já. en það er fullt af fólk hérna í gallabuxum Það ekki? jú, en þá og ég sagði, hann er í gallabuxum já, en það er sem sagt með öðruvísi saum Ha? já, Nei. þú veist, jú og síðan hérna er mjög algengt með þess að kallmenn hérna eru í svörtum gallabuxum af hverju er það betra skilu ég, þetta er bara þetta er tilbúningur, þetta byggir á svona einhverjum hefðum sem eru afstæðar í kollunum og fólki og sem sagt sko þannig að ég sagði bara ef við viljum hafa sko einhverjar reglur klæðaburð þá hefur bara stettast niður og semja þær reglur og ef við viljum hafa skikkjur eða hárkollur eða ekki svona eða ekki annað þá þarf að gera það með skýrum hætti þannig að allir séu sem sagt með það á hreinu sko. Já. Jón Rúnar spyr, getur þið fengið söguna bak við lagið Dolphins in the Distance? Já, það var eitt af litlu lögunum sem við gerðum í beinni útsendingu. Já. Sömdum lög í beinni, þetta var dálítið skemmtileg konsept. Og við tókum þá ákvörðun, hvaða lag ætlum við að semja? Jú, það við ætlum að semja svona lag í anda Creed. Já. Það var allt sko mökkað í svona handboltarokki á þessum tíma. Sem að við þurftum að hlusta já. á Og Hansi Nickelback hélt Nickel og hérna, það er nú bara eitthvað það og sænsk hérna og Hansi hélt í fram að þetta væri eitthvað annað en þetta var þetta væri eitthvað stórkostlegt sko, hann var handboltarokkari já. og hérna, þannig að við ákvæðum að semja eitt svoleiðslag Dolphins in the Distance Já, þetta var einmitt, þetta var svona hásútgáfa af handboltarokk, mér finnst þetta gott Næsja spurningin hún til Jóns, hver er fyndnastur á Alþingi og svona hverjum viltu þetta með í mat? Ef þú ætlar að gera þig glaðan dag hver er fyndnastur hver er fyndnastur á Alþingi? Þetta er mjög góð spurning eða skemmtilega stuður það sko ok sko mér finnst leið mér að hugsa Já, Það bara í næsta þetta já, kemur næsta þetta hérna sko hver er fyndna svona hérna sko hérna sko Inga Sæland Já. ekki leðileg Nei, ég trúi því
og sko mér finnst oft alveg rosalega gaman að heyra Ingu Já, tala á Alþingi og sko síðan margt þarna sem að mér finnst ógeðslega fyndið mjög lokal. já, Það sko, það til mér eins og sumir þingmenn hafa sérstakt lag á því að fara alveg óbúslega mikið í taugarnar á einhverjum öðrum þingmennum og það finnst mér oft listilega vel gert og þar get ég nefnt Guðlaug Þór Þórðarson sem gerir þetta hann gerir þetta listilega vel Að fara í taugarnar og já, hann veit að hann að fara í taugarnar á okkur fólki já. og Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokksfólksins, hann hefur sérstakt lag á því að sko strjúka mönnum þveröfugt sko og það oft mjög skemmtilegt að fylgjast með því en þetta mjög lokalt og svo finnst mér sko bara skemmtilegasta manneskjan á þingi nú Obba, dómsmálaráðherra það sem að Obba segir stundum algjörlega einstakt og mjög oft skellir þingheimur upp úr sem sagt vegna þess að hún segir eitthvað mjög snuð þannig að já sko og svo náttúrulega bara allir skemmtilegir já, mér finnst að það enginn sem að mér finnst leiðinlegur og þetta svona oft líka eitthvað umræður að því að dreigið hvað þú ert að sitja eitthvað eftir smeykur við þú veist hvað þú ert að fara að sitja og bara neip og ég sit núna alveg í ísköldu fangi íhaldsins sko með Jón Gunnarsson mér á vinstri hönd og Þórdísi Kolbrúnu á hægri hönd sko Já, hún nú reyndað dálítið frjálslynd Já, hún er samt í íhald sko og og það kalt sko, það er ískalt íhaldið sko og en það er bara rosa gaman svo náttúrulega týpur þarna og sko mér finnst Sigmundur Davíð það má ímyndilegt segja Sigmundur Davíð en hann ekki leiðilegur nei það sko þannig að sko já, það var gaman að var ekki að fara að borða með einhverjum já, flott Viltu eiga eitthvað fleiri orðum þetta? Nei, ok Loka spurning kvöldsins, þetta voru æðislega strákar, takk kærlega fyrir kvöldi og takk fyrir komuna Sigurjón, ég ætla að byrja á þér eitt ráð til ungra grínista leikstjóra leikara sem hafa náð jafn langt og þið hefði gert bara ráð já. Eitthvað uppbyggilegt hvetjandi Sigurjón já sko ef menn hafa dræfið í þetta og vilja gera þetta þá bara gerið þeir þetta það eiginlega dálítið málið sko á einhvern hátt nú plattformin orðin miklu fleiri og það til samfélagsmiðlar en en svo bara, já, og svo náttúrulega alltaf þetta klassíska, stuttmyndirnar, það eru ágætis plattform svona til þess að sýna hæfileika fólks. Og, já, málið ekki hvað þú getur, heldur hvað þú gerir. Já. En svo má líka kannski fara offari í að gera og má, stundum bara hugsa hlutina betur. En mikilvægt að sko hugsa þá. Og það að skrifa ekki það sama og skrifa. Þú þarft að hugsa áður en þú skrifar. Já.
Já, ég er með fullt að ráð. Já, Já. Jón, sammála því, loka orðið. Já, þetta er orða sönnu og síðan sko líka bara brýna fyrir fólki, ungu fólki að sko Segja nei við eiturlyfjum. Já, segja nei við eiturlyfjum Já, ok. Og sko hæfileiki er eitt en þetta byggist samt allt meir og minna 70% eins og allt annað bara á vinnusemi og Já. tímanum sem þú gefur í þetta og eftir því sem þú eðir meiri tíma í þetta því betri verður í þessu, það er eins og með allt já, hvort sem það er að læra á fiðlu eða tefla skák eða spila Call of Duty, skilur, þetta er bara já. klárt, ég ætla bara að segja allir að fá sér áskrift á tal.is á Tvíhöfða, allir að fara á tix.is og næla sér miða 3. desember á jólahittingi þeirra. Jón Gnarr, Sigurður Hjartarson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk hérlega. Þakka ykkur. Takk.